komið heil og sæl og verið velkomin í Chess After Dark, Chess Pre-Dark í dag, Birgir. Já, við erum að taka bara degi til, aldrei svo vant. Nei, það þetta ekkert vera og Nei, gaman að koma bara heim að skikka alveg tíma og svona skemmtilegt. Við erum með þræl skemmtilegan þátt. Ertu með, ég klikka alltaf á tölunni. Það er aldrei flókið eða núna að segja það sko, en við erum svona í kringum 2-4 eitthvað. Já, 2-4 eitthvað. Ég ætla að segja no comment. No comment, gefur það ekki upp. En við erum komin með frábæran gest í setti til okkar. Það er hún Hrefna, framkvæmdastjóri Kreditinfo Íslandi og í framkvæmdastjórn Kreditinfo Group einnig. Kreditinfo Group starfar í yfir 30 löndum. Hún situr og hefur sitt í fjöldanum öllum af stjórnum og átti að móta íslenskt atvinnulíf. Áður hún verið hreyfiafl í jafnréttis og sjálfbærnimálum og hlotið velum fyrir. Vertu hjartanlega velkomin, Hrefna. Takk hella og takk fyrir að bjóða mér. Okkar ánægðan. Já, okkar ánægðan. Kannski bara fínt að byrja á að tala hagsmuna tengslina, þannig að ef þetta verður ómikið drottningaviðal kæra hlustundur, hann alltaf þóru ekki láta að reka sig að leifur sko, þannig að hann mun taka hana vellingatökum. Við Hrefna þekkjumst, við förum aftur í tíman líka svolítið. Já, mjög. Já, er það staðan? Já, Hrefna hefur finnst mér frá degi 1 sko. Já, Okay. frá árinu 1998. Já. Algjörlega. Bara aðdandur á degi. Akkurat. Já, það er nú bara nákvæmlega þannig sko. Ég var sem sagt með mömmu hans leifs í svona mömmuhóp. Já, grunaði það. Sko, kannski byrjum bara því hvernig liggur á þér? Bara mjög vel stemt. Það er hásumar og fallegt veður úti og júli er náttúrulega klárlega einn af okkar allra bestu mánuðum í Íslandi. Já. Þannig að ég finn núna líka mér svona júli þá er maður svolítið að byrja að detti frí. Þannig að maður er búin að vera óvinni afkasta mikill, maður er að reyna að klára allt sem maður vill að sé búið áður en maður fer í frí. Því markarinn hérna heima, hann gerir það svolítið, hann fer hans í hýði í júli. Hann fer bara í dvala. Svolítið í dvala sem er ágætt, því það er ekki gott að fara í dvala sko júni, júli og ágúst, eins og svumlönd. Já. Þannig að við keyrum þetta svolítið niður í júli, Já. meðan að frakkarnir gera það í ágúst. Já, áhugavert. Það er reyndar eitt sem ég tekið eftir að því að Hrefna, Kreditinfo Group og þú ert að vinna með grúpunni í mörgum löndum þvert yfir mörgum löndum sko, og ég fór til Spána núna einhvern tímann daginn og ég hugsaði, sko, það er bara djúpt í menningunni hérna að hata peninga. Þeim er alveg sagt, þeir bara, þjónustíði var lágt og þeir virtust ekkert vera að seilast langt. Þannig ég hugsaði, sko, og svo heyrir maður siesta og kannski er þetta bara bölvaði fordómar í mér, en þú veist, ég hugsaði, menningi milli landa, ég hugsaði, við vinnum freka mikið, svo kemur svartnætti og við erum bara að vinna og við erum líka freka mikið að hugsa hluti og peninga sem þjóð, en þú veist, einmitt, þú talar sko, það er mismunandi milli landa, sum lönd leggjast bara dvala í 3 mánuði, myndur þú segja, skrítið að byrja þáttur á þessu, en er vinnu eðlið mismunandi milli landa, hefur upplifað einhverja? Það er bara mjög ólíkt. Alveg gríðarlega ólíkir kultúrar sem maður er að upplifa á milli landa og ég finn það bara, mér segja í framkvæmdastjórninni þar sem ég sitt úti, við erum frá svo mörgum löndum, það er Frakkland, það er Tyrkland, það er Spánn, það er Bretland, við erum bara, já, Ísland náttúrulega líka og Þýskaland og fleira og við erum mjög ólík. Ég finn það alveg. Erum við ekki dugnaðsum hérna á Íslandi? Mér finnst við náttúrulega alveg sérstaklega dugleg. Og við erum svolítið sérstök að því leitinu að við erum frekar sko náttúrulega lítið samfélag og við þekkjumst vel, þannig að það er svo auðvelt að eiga viðskipti því viðskipti gengur út á traust. Og það á Íslandi er alveg sérstakt, hvað við getum gert hlutina hratt af því boðleiðir eru stuttar. Svo er maður náttúrulega komin út í eitthvað miklu stærri samfélög þar sem er sko aðeins minna traust á milli manna og þessum auðvitað Kreditinfo alveg gríðarlega mikilvægt til að búa til traust. En ég finn mikið mun á milli landa. Hvað var það viðskipti og viðskiptahætti og það er mikilvægt þegar þú ert að eiga viðskipti að taka tillit til þessar ólíku menningar. Það tekur tíma að læra af það. Ég er náttúrulega í raun og veru bara búin að starfa á Íslandi, meira og minna, í 30 ár. Þannig að þetta er nýtt fyrir mig. Þessum er svo gaman, það er svo gaman að takast á við áskoranir. Já, einmitt. Kom betur að Kreditinfo eftir þetta áhugavert, þetta er starfsemi í Austur-Evrópu og svo er þetta í Afríku, þannig að það er 12 stöðum í Afríku. Einmitt, mismunandi menningar heimar að... Já, er þetta bara í 12 stöðum Afríku? Já, bara. Þetta eru sko 4 heimsálfur. Það má líka, fyrst við erum með hérna, kannski bara fínt að minna hlustum dráði þegar þetta er langt síðan, en þarna Reyni Gretaskóla líka til okkur mjög góð þetta sem
fórum í Doldi Kretinfo 101 sko. Þannig að þarna örgulega góður undanfari fyrir þennan þátt. Já, gæti Já, verið nákvæmlega. Reynir náttúrulega algjör brautryðandi og snillingur. Já. Mjög skemmtilegt að hlusta á hana svo framsýn. Já, Mhm. mjög. töffæri, sko. Áður en við kveðjum innganginn, ertu búin að skipuleika eitthvað sumarfrí? Ætlarðu að gera eitthvað Heldur skemmtilegt? betur, já. Ég er sem sagt verið í London næstu viku til þess að vinna, en ætla svo beint til Portugal í stutt svo leiðisfrí, af því svo má maður ekki missa íslenska sömrinu. Þannig að við erum stutt í Portugal og svo beint heim og þá ætla ég beint norður, óháð veðri, í fljótin. Ok. Mjög spennt. Já. Glæsilegt. Sko, heimavinna fyrir þáttinn, við reynum nú að grafa eitthvað upp. Ef við förum bara aftur í upprunan, tökum bara línulega tímaröð í þettinum í dag. Erum við að fara með rétt mál að þú sett fætt í Gnúpverjarhreppi og elst upp í uppsveitum Árnessýslu, nánar tiltekið í Ásum, þar sem Sigfinnur pappinn er prestur í stóra Núpsprestakalli. Já, þetta er svona næstu rétt. Það er þarna 5 ár sem vantar. Ég fættist í Kópavogi Okay. og var í Kópavoginum rétt fyrst. Svo fluttum við til Edinborgar, þar sem foreldrar minni lærðu. Svo fluttum við í sveitina. Já. Og svona ástæðan fyrir því að við fluttum í sveit, því að mamma er nú með doktorspróf í líffræði, pappi sem satt prestur, var á þeim tíma var frekar erfitt að fá brauð í bænum og hann fekk þarna prestakall í Gnúpverjarhreppi. Og það var svona mín gæfa, því að þetta voru náttúrulega alveg fáránlega góð ár. Að fá að alast upp út á landi í mjög fallegu samfélagi, eignaðist alveg ofsalega góða vini, sem eru vini mínir. Við erum mjög þjattar þarna 4 vinkonur saman úr sveitinni og ég á alveg rosalega mikla rætur. Og reynda foreldra mínir núna, sem sagt þau flutti í bæinn þegar ég er 16, þá fór ég í menntaskóla, en þau eru svo aftur komin með alveg mjög fasta viðveru í sveitinni því þau eru orðnir skógræktabændur. Bæði hætt í sínum svona hefðbundnu vinnum og eru núna að rækta stóran skó á jörð í þessari sveit. Mér finnst það oft einkenna fólk sem að elst upp á landsbyggðinni og flytur í bæinn. Þetta er oft svo stóri karakterar. Heldur að byggja karaktera búa í kannski minni samfélum í Er það ekki út á landi? kannski svolítið það sem þið komið inn á með okkur Íslendinga? Við erum kannski svolítið mikla týpur af því að við erum með svona, þetta er aðeins harbilt, þetta er svolítið mikil eiga þarna langt í burtu. Þannig að kannski getum við þá aðeins tengt það yfir í sveitina, það er þá enn minna. Já. Þannig að það er kannski svona hlutvarslega að redda meiru af því að það eru færri. Já, Já, ég get alveg tekið undir það. Ég held að maður verður líka bara harðari á að búa á landsbyggðinni sko. Ég held að við séum soft sem búum í Reykjavík sko. Já, breyst rosalega mikið. Já. Og ég náttúrulega sé mestu breytinguna bara í raun og veru kannski unga fólkinu sem er að koma út á vinnumarkaðin því að mín kynslóð var náttúrulega bara alin upp í svo mikilli vinnu. Einmitt. Því ég fór að vinna mér inn fyrir launum 10 ára. Þá Já, já. bara byrja að passa í fullri vinnu alveg bara á sumrin og svo kaupa vinna og svo bara beint í bíkó í búðina. Maður var alltaf vinnandi. Já, nú er fólk fært út sem er bara ennþá í háskóla og er ekki ennþá unnið í handtak sko. Já, Bíkó, fjölskyldu fyrirtækið. Sem að amma og afi stofnuðu. Einmitt. Sko, já, nú ef við Birgir deltum við löngum hvað sé best að búa, sko. Já. Voru við byrjað að flytja í Kópavoginn, hvernig leiðir þar? Ég leið bara mjög vel í Kópavoginum og bjóð þar alveg þangað til einmitt. Býrðu ekki lengur í það? Nei, Nei. ég gerði rosa breytingar á öllu fyrir 4,5 ári. Þá flutti ég úr Kópavoginum og byrjaði í nýjum geira í nýri vinnu. Já. En það var bara rosalegt. En ég á ennþá sama mann. Já, það var eina sem breytir ekki. Já. Líku við Fluttir hvert? í Hlíðarnar. Já, í Reykjavík? Já. Það er fólk ennþá sem fer sjálfvilið þangað. Já, náttúrulega nálægt vinnunni og Já. rosa miðsæðis og ælána þar. Já. þetta er æðislegur Ég staður, fer samt Hlíðarnar. örugglega aftur í Kópavoginn. Já. Seinna. Ekki segja Þegar maður það. minnkar Velkomin. aftur. Já, takk, Velkomin. takk. Það er gott að búa í Kópavogi. Já, en þú gengur síðan í menntaskóla við Hamrahlíð og ég ætla bara að taka það fram strax. Það var lítill fugl sem að settist aðeins á sylluna hjá okkur í undirbúningi þáttar og það var einhver svona einskotin að milli Þýskan, það var ekki uppáhaldsfæðið þitt í Nei, það MH var eða? hræðilegt. Ég er ekki svona yfir höfuð tungumálumannskja, mér gekk mun betur í raungreinum, sérstaklega starffræði og þýskan kom alls ekki náttúrulega en ég bjó heima fyrir við mjög mikið metnað sérstaklega móður sem að vildi virkilega styðja mig vel í öllu námi og þegar mér gekk svona illa í þýsku þá var ég bara beinlinnis eiginlega send út til að læra þýsku yfir heilt sumar. Ok. Og þýsku kennari minn, frábær kennari, Kristín Baldursdóttir, ég átti svo seinna eftir að kynnast henni, því hún innri endurskoðandi Landsbankans. Og ég var voða fein þegar ég mæti þangað inn í Landsbanka, orðin framkvæmdastjóri, að hafi ekki verið einhver algjör lúði í þýskunni. Hún hélt bara að ég hefði meira og minna lært þetta sjálf yfir sumarið held ég. En það var náttúrulega smá svindl, ég fekk þetta þarna bara út í tungumálaskóla.
svolítið ókipis. Þá kom tilfinningin og þá get ég alveg lært ef það er einhver svona tilfinning í málinu. En ég er ekki tungumálumanneskja sérstök í grunn. Nei, Alls ekki. skemmtilegt. Við erum ekki að skipta yfir á þýsku Nei, það var að taka það sko. Er það ekki næst það? Við höfum verið að pæla í sko, stærri markkópur og svona, einhverju möguleikar. Sjúkla sjármærandi. En svo ertu víkstafræðingur og mennt með löggildingu í verðbréfamiðlun. Já. Þetta var hörku árgangur sem var hann með þér í námið eða hvað? Já, það var frábæra týpur sem ég kynntist í viðskiptafræðinni, algjörlega og ég er í mjög skemmtilegum hóp sem hittist mjög reglulega. Við erum alveg 15 stelpur saman sem að kláruðum saman og hittumst enn, erum í svo kallum saumaklúb, við höfum þó aldrei gert neinar hannirðir, en liggjum í mjög mörgum mismunandi geirum hérna heima og þetta er bara svona stórt tengslanlegt sem að regnaðist þarna í skólanum. Og náttúrulega líka alveg frábæri strákar þó ég sé ekki með þeim í svona klúb. Nei. Það voru margir flottir karakterar sem voru með mér í náminu sem ég fylgist enn vel með. Það hefur verið eitthvað í vatninu hann á þessum tíma? Já, ég meina, ég skal alveg fara í klúbb með þessum strákum, sko. Þetta er Róbert Westman, Árni Oddur, Bogi Nils, mamma mín. Já, mamma þín. Já, heimitt. Nákvæmlega. Skandia. Það er það sem tekur við eftir háskólanum eða eitthvað. Fyrsta jobb. Fyrsta alvöru starfið. Árið 1994 og einmitt með átnót sem að hafði verið með mér hann í deildinni. Þarna er verðbréfamarkaðurinn bara í raun og veru svolítið að taka sín fyrstu skref. Þannig að það var ótrúlega forréttindi að fá vinnu þarna hjá Skandia strax eftir útskrift. Gríðarlega spennandi og líka annað. Það er svo gaman að vinna í fyrirtæki sem er ekki allt og stórt. Við vorum bara 30. Tekur okkur bara, að því að fyrir ungu hlustuna, bara hvað Skandia var? Skandia var verðbréfa og tryggingafélag. Við vorum bæði að selja tryggingar og verðbréf. Og ég var verðbréfamegin og í raun og veru má segja ef ég fer bara aftur frá allan tíma frá því ég byrjaði að vinna 1994, þá var ég alveg þannig að ég kem til Creditinfo að vinna við verðbréf á einn eða annan hátt. Bara af því það er svolítið það sem gerist. Þú útskrifast, sérstaklega þegar þú tekur þátt í ykkur þar sem er mikill vöxtur og það er skemmtilegt að þú byrja bara að sérhafa þig og svo bara einhvern veginn leiðir eitt á öðru. Ég hafði kannski ekki sérstaklega ætlað að vinna við verðbréf. Þetta er náttúrulega svolítið tilviljun þarna í byrjun, hvar þú færð fyrsta starfið. En ég var með frábæra yfirmenn, algjörlega stórkostla myndi ég segja. Brynhildur Sverris sem var yfir verðbréfahlutanum, algjör skörungur og fyrirmynd. Ég lærði ofboðslega mikið en hún líka treysti mér svo vel. Og svo Friðrik Jóhannsson sem er algjörmeistari líka. Ég er enn að fylgjast með þeim báðum. Og Friðrik hann var sem sagt forstjóri fyrir allt félagið og leiddi sérstaklega þá tryggingapartin. Við vorum svo seld yfir til Vís kaupir Skandia nokkrum árum seinna. Ég var hann í nokkur ár, ég held að það verið 5 eða 6 ár. Og þegar að Vís sem sagt kaupir þá breytum við nafninu yfir í Fjárvang og förum aðeins að tengja saman tryggingar og til dæmis lífeyrissparnað. Þá var ég sent í tryggingaskólan, þannig ég er alveg útskriður honum. Það var mjög skemmtilegt nám. Það var bara mjög skemmtilegt tími þarna hjá Skandia og Fjárvangi. Hefur markaðurinn eitthvað breyst síðan þá? Gerast kaupin eins og Mjög mikið. Þannig erum við náttúrulega að tala um að markaðurinn er rosalega ómótaður. Við erum að tala um að við vorum að keyra kerfi til að segja viðskipti sem var heimasmiðað og Seðlabankinn í raun og veru er kauphöllin upphaflega bara deild í Seðlabankanum sem þróar kerfi til þess að við getum átt viðskipti. Og það var meira að segja í Seðlabankanum gólf sem átt að vera svona tradingflór sem var aldrei nýtt þannig. Nei, í alvörunni? Af því það var ákveðið að fara bara strax online fyrst við erum þarna á þeim árum, þið vitið. Og ég man bara eftir samskiptum við kauphöllina þarna, þau voru aðalega í því að enduræsa kerfið því ef við vorum með mikið að viðskiptum í einu inn í kerfinu, þá krassaði kerfið. Þurftum við að enduræsa. Og auðvitað, ef maður hugsa tilbaka, þarna voru öll lögum verðbréfaviðskipti mjög skammt komin. Þau voru mjög grunn. Þau voru ekki svona viðamikil eins og þau eru í dag. Og ef ég hugsa þessa þróun sem ég náttúrulega fylgdi í öll þessi 30 ár, þá varð hún alltaf meiri og meiri. Og ég er alveg í dag, þegar ég horfa á þessa MiFID 2 löggjöf sem varðar verðbréfaviðskiptin, aðeins búin að hugsa hvort Evrópa sé búin að fara fram úr sér í lagasetningu. Þetta er svo mikið neytendavernd að það eru svo flókið að eiga viðskipti. Og þegar þú hugsaður um það, hvað er kannski stærsta eignin þín? Það er vel húsið þitt. Þú ferð og átt viðskipti með hús hjá fasteignasölum. Þetta eru alla pappírar, þetta eru alla fyrirvarar. Miðað við það að eiga ein stök lítil verðbréfaviðskipti. Þetta er orðið svolítið skrítið og skakt. Þetta er frábær punktur að því að fólk þess að finna hvað fólk velti mikið fyrir sér hvort það er að setja
200.000 kall í Alvotech eða eitthvað Akkurat. og svo kannski bara kaupir það einhverja fasteign og pæli lítið í afborgunum Nákvæmlega. á henni eða hvernig lánið fjármagnað og það Akkurat. fram eftir göttunum þegar þetta er raunverulega langstæsti liðurinn í heimilisbókhaldinu. Sko. Akkurat, bæði það, einstaklingurinn er kannski að spá aðeins minna, en líka þjónustu veitandinn. Já. Það er miklu minni umgjörð, það er svona minni neytenda vend þegar þú átt fasteignaviðskipti heldur en verðbréfaviðskipti. Einmitt, alveg. Líka bara 94, það var líklega ekki hægt að fara bara á Aski í appinu og kaupa hlutabrið þannig. Nei, það var ekki alveg þannig. Nei. Þetta voru náttúrulega alveg frábæri ár þegar ég veit upp. Hvernig Og svo verslar maður? margt sem að maður einhvern veginn tók þátt í að gera og ég byrjaði svolítið 94, þá var ég í erlendubrjónum og sem sagt kaupa selja og þau fyrir hönd einstaklinga bæði þá í sjóðum. Við vorum með umboð fyrir Fidelity, ég var alltaf fylgst með því verðbréfafyrirtæki eða eignastýringa húsi síðan, því þeir hafa bara verið að gera mjög flotta hluti, en síðan líka komist inn í alls konar hluti eins og bara útboð á Yahoo fyrir hönd okkar viðskiptavina. Þið getið ímyndað ykkur hvaða eignamyndun var þar. Einmitt. Já, sjálf átti ég ekki góða sögu því ég tók þarna þátt alveg bara stórblönk og nýjútskrifuð. Ég man að ég sett einhvern 100 skall í kaupi í þessu útboði og fekk svo bara panikkast, þetta lækkaði nefnilega fyrst eftir þetta fór svo í loftið. Þá seldi ég. Nei. Og þú vilt ekki staldra við og reikna út. Nei. Maður á aldrei náttúrulega að vera þar. Nei. Það er bara alltaf fram. Já. Þetta er þetta góð saga. Já. En það er gott tækifæri farið fórgörðum þarna að vera ekki með tradingflór í Seðlabanka. Segðu. Hvað er það verið skemmtilega myndir? Nákvæmlega. Verður vindla þarna að veifa pappirum og stóruglerun og... Vá, Leifur, þú sér þetta svo fyrir þér. Því að áður en ég útskrifaðist, þá var ég alltaf að vinna í Seðlabankanum og þá var verið að reykja vindla, raunverulega. Það voru bara reyktir vindlar inn á skrifstofum og jafnvel inn á fundum. Ég var svolítið viðkvæm fyrir því, fannst þetta pínu erfitt að einbetta sér meðan vindlarek. Þetta hefði kannski verið eitthvað neð þannig. Já, ég held að þetta bara taka þetta aftur upp, sko. Ég veit ekki, ég er ekki viss. Nei, ég er samanlega. Þetta er romantíst, en þetta er ekki kannski... Nei. Þegar maður lítur í baksinspeilin, fjarlægin, færa fjöllin. Svo tekum við Kauphöllin eða hvað? Já, fór ég yfir til Kauphallar. Þarna var ég búin að vera í miklum samskiptum auðvitað við Kauphöllina og þarna er Kauphöllin náttúrulega líka mikið búin að þróast og var mjög, mjög spennandi að færa sig þanga yfir. Og það gerðist þegar Kaupþing kaupir síðan fyrirtækið á endanum. Þá ákvað ég að breyta og fer yfir til Kauphallarinnar og tek þar þátt í svona uppbyggingu svolítið á hinum endanum því að ég var á skráningarsviðinu og ég var í því að skrá öll þessu fyrirtæki. Og minna á tíma voru 3 síldarvinnslur skráðar í Kauphöll. Nei, loðnubræðslur. Voru 3 loðnubræðslur. Og maður var að ferðast út á land og hitta forsvarsmenn þessara fyrirtæki til að segja hvaða þýtt að vera skráður, hvaða upplýsingar við þyrftum að fá frá félaginu og ég man að mörgum þótt þetta nú algjör óþarfi enda verið að reka fyrirtækin algjörlega bara í raun og veru í skjóli á þess að vera með svona miklu upplýsingagjöf. Þannig að þetta gátt verið mjög áhugaverð og sérstök samtöl. Og á þessum tíma þá byggðist þetta þannig upp að þegar ég hætti einhverjum 6 árum seinna þá vorum 73 félög skráði Kauphöll. Já, það var næsta spurning. Það er rosalega. Líka mikið, veistu, eins og núna er, ég hef nú ekki talið, hvað er mörg núna? 30, 40 eða? Tæplega 30 eða ekki. Jú, það telur allt, já. Þetta er gott kískjum. Já, en ég velti fyrir mig, einmitt, maður hefur heyrt að því í gamla daga, sorry ég segi þetta. Ég veit það, þetta er í gamla. En þá voru alveg svona smá grillu fyrirtæki í Kauphöllinni, Þú veist, það er bara, er það ekki smáski? Jú, alveg eitthvað fatakeðja sem var í London. Já, einmitt, Mosaic. Það var eitt fyrirtæki sem var skráðið Kauphöll Íslands. Já. Það var mjög sérstakt. Daldraði stutt við þegar voru fljótlega afskráðar. Átti ekki erindi í Kauphöllina. En var upplýsingagjöfin, er þetta bara alveg, þú veist, þurftu að gefa upplýsingar 4 ári og allt það? Já, það voru svipaðar reglur eins og er í dag, en auðvitað kannski vantaði meira aðhald. Þannig að við sáum það náttúrulega gríðarlega í hruninu hvað hafði verið mikill skortur á upplýsingum. Og það var alltaf svolítið verkefni að reyna að fá betri upplýsingar og til að mynda til dæmis þessu kross-eignatengsl sem skipta miklu máli til að skilja leikinn. Það var skortur þar. Og við sáum það náttúrulega svolítið í rannsóknarskýrslunni þegar allir gagnagrunnar eru opnaðir og allt lagt saman, þá varstu með miklu stærri og meiri mynd heldur en þú hafðir á árunum þarna fyrir hrun. En svo erum við þetta með vinum okkar í Kvikmyndaskóla Íslands. Heldur betur. Og það er opið fyrir umsóknir þar til 10. ágúst. 10. ágúst. Nú fyrir hver að vera senast, þetta er bara minni svolítið að frumera. Tek-tak, fólk á aldrinum 18 til 30 ára
Já, og þeir eru Tjekkja á þessu. Já, þeir eru líka með nokkra brautir, sko. Þetta er leikstjórnin og framleiðslan, skapandi tækni, handrit og leikstjórn og síðan leiklistin. Og mér finnst vera líkilatri, ég veit við nefndum þetta síðast þetta líka, en að þetta sé, þú fær lán hjá Lín fyrir þessu og það bara munur öllu og þetta er ódýra heldur en sambarileg nám erlendis, þannig að bara í guðana bænum, tjekkja á þessu. Já, það er nú eitt með að mennta sig á Íslandi, þetta er auðvitað talsveit ódýra en síðan ertu að fá aðstöðu og kennara í fremstu röð. Á heimsmæli hverja. KFÍ náttúrulega stendur í stúdíu Sýrlandi og vatnagarana og þannig er náttúrulega bara fullkomin mynd og hljóðver, vandaði teknibúnaður. Ég geti byrjað á kennurinn, men þá þarf ég líklega bara að þættinum í það. Baldvin Seta og fleiri kóngar, sko. Já, ég láta það líka milli hluta. Það er svo stóri byssur. Voltarinn. Ég er aldrei gaman að Frikka Dóra auðlýsingunum. Já. Það er bara að þú veist, hann gleymir að kaupa í matinn og ég trúi alveg að Frikki Dór gleymir stundum að kaupa í matinn, sko. Já. Þá fer hann í Volt Plus og... Já. En hættan er, sko, eina hættulega, myndi ég segja við Volt Plus, er að þú veist, þetta er svona smá eins og að fara í búðuna, skilur við, að því að bara þú ert þarna, þú getur gripið hvað sem er. Ef ég gleyma bara í búðuna og það er ekki til heima, þá er ég oft að stóra svangur þegar ég rífi upp voltappið. Hættan er að ég laumist í bræðarefin líka, af því þetta er frýtt sendingagjald, sko. Sko. Það er ekkert að því, ég er ekki að dæma bræðarefin, ég er að segja, þú veist, farið fyrst í matinn, fyrst matinn, svo eftir eitt. Og svo ef þeir eru svona sött, þá get ég skoða bræðarefin. Já, samanlega því. En flesti sem hafa betur á bræðarefin ég hef ekki til að gera þessa dagana. Nei. Bólun út. Já, það er að segja það. Kaldi, auðvitað með sumar kalda og kalda light. Já, margir spurt mér sko hvert á ég að fara ef mér langar bara í kalda og dælu. Þá segi ég, hvað með kalda bar til dæmis? Það er bara akkurat þannig að ég langar í kalda ógerðan, beint að spena, beint á bíli, það var á áskófsandurum. Já, það verður norður. En svo líka, ef þú ert með einhvern viðburð, bara brúðkaup, veislu, fyrirtæki, hvað sem er, þá náttúrulega græðið bara sérmerkingu. Þú getur verið bara mætt bara með, bara, þú veist, ársatið heima, 2025 eða eitthvað, á Kanari. Ef það er nót til hjá ykkur. Já, gengur vel. Þú veist, bara sérmerkið þetta, kalda, græðið það. Fá katbjór, takk. Katlight? Jó, þetta hlusta. Man sér, þú veist, af þessum 30 fyrirtækjum sem er í kaupöllum dag, það er oft sum fyrirtæki sem er bara með talsveit litla veltu og maður veltir í raunverulega fyrir sér hvað þau eru að gera þarna stundum. Var það tilfellið með mörg af þessum 73 fyrirtækjum á þessum tíma? Já, það var bara mjög misjant með veltuna og misjant hvort menn voru með viðskiptavakt eða ekki. Það hefur alltaf verið. Það er náttúrulega vegna þess hvernig fjárfestingaheimildir lífeyrissjóðanna eru settar sem að sum fyrirtæki fari í kaupull til þess að eiga þá greiðar aðgengi þangað. En svo sjáum við sem ég veist áhugavert núna er Einar kukkin í Play og er að reyna að losa út á markaði af því að það er dýrt og það er vesen og þarf starfsfólk til að dæla. Já, er það ekki? Algjörlega. Og sum félög eiga bara ekki erindi í kaupull. Það eru bæði og lítil og ekki bara á þeim stað að þau geti sinnt þessari skildu. Já, og svo mögulega öfugt í tilfelli með þess að, ég meina, Róbert Westman talaði um viðtal hjá okkur að mögulega alveg til dæmis bara of stórt fyrir kaupullina nákvæmlega. Á Íslandi minni. Einmitt, akkurat alveg eins og manni fannst Marel orðið. Þetta var svo rosalega stórt hlutfærslega með við önnur félög. Einmitt. Því það er auðvitað best að þetta sé fjölbreytt og við séum með nokkuð fyrirtæki í hverju atvinnugrein og það sé svona líf og fjör og það verði ekki einhver allt og mikið skekkja, einhver fyrirtæki sem dómina. Já, af því að það er örugglega eðlilegt, þú þekkir þetta náttúrulega betur en við, en það er örugglega eðlilegt að sé einhver svona stokkur sem er í svona forsvari, skilur þau sem er, og þú veist, Alvotek er alltaf stokkur og þannig núna, bara veist að ef Alvotek er að hækka, þá er hinn félagin að hækka og hann er svona áhrif, já, en samt einhvern veginn, eins og þú segir, það að passa mögulega að hafa þetta góða flóru og dreifum sem vel. Já, en svo skiptir líka miklu máli að vera með þess að virku góðu upplýsingagjöf þannig að fjárfestar raunverulega skilji fyrirtækið. Því að þetta fyrirtæki er sérstakt og öðruvís heldur en eitthvað annað lyfjafyrirtæki. Það er að fatta munin. Sko, að því að, ég meina 73 fyrirtæki, að fyrsta sem ég hugsa eru 73 útboð og ég meina það hefur verið raunin síðustu ára og útboð hafa bara verið ágætlega farsæl fyrir hinn almenna fjárfesti sem að hefur kannski, og það er líka annað, það er tilfinningin að almenningur hafi tekið aukinn þátt í útboðum núna og fjárfestingum síðustu ár sem er kannski þróun frá hruni. Hvernig var tíðarandinn þarna á þessum tíma? Það nefnilega datt niður vegna vantrausts en er svo aftur komið að því ég upplýði akkurat þennan tíðaranda að almenningu var að taka mjög virkan þátt og við vorum alveg með umfram eftirspurt að vera að setja fyrirtæki á markað og ég man eftir líka bara frá árunum hjá Skandia eftir fólki að sofi svefnpoka til að komast inn til þess að kaupa í ykkurum ákveðnum útboðum sem við vorum með. Mjög mikil stemming í kringu það. Það var alveg þannig.
og meiri sé að gekk það langt að það voru líka frægar sögur aðalar sem voru að safna sér kennitölum munið, kannski þeir eru svo ungir þið munið ekki eftir þessu þannig að þessi stemming var til staðar svo, og það líka svo mikilvægt fyrir bara öll þróuð ríkja og öflugan hlutabréfamarkað þess vegna hef ég alltaf haldið svo með markanum og fannst svo agalegt þegar hann datt úr tísku því það ekki gott að hafa ekki þetta aðgengi að fyrirtæki hafi ekki aðgengi að hlutabréfamarkað. Við verðum að tryggja að það sé til staðar. Já, það svona held ég bara eins og við erum búin að tala um í þætti sko að undanfarnu þáttum það sem kannski beauty við að fá þess að 30 hluthafa í Íslandsbanka að við kannski náum búið til einhverja kapitalista sem átt að sjá því að þetta sé bara aðeins skemmtilegt sko. Já, bara að ala fólk uppi að kunna á þetta. Þetta skiptir máli upp á alla eigna uppbyggingu. Já, og við höfum ekki að vera feimin að ræða það. Menn að fjárhagslegt frelsi skiptir mjög miklu máli upp á bara manns svona lífskjör og hamingju. Já, einmitt. Bara algjörlega þannig að því þú varst að spyrja þetta var ekki þannig að menn verður bara að kaupa í appinu þarna? Nei, menn voru bara í svefnpókum í röðum yfir nótt til þess að komast að. Akkurat. Það er rosalegt. Svo unnum við líka alveg fram á nótt af því að það var verið að gera þetta svo mikið manuált og svo líka manni eftir alltaf áramótin þá voru allir að tryggja sér sko skattafsláttin og þá var sko ég kom aldrei á réttum tíma þar að segja klukkan 6 á gamlas heim til að borða. Við vorum bara enn að vinna til þess að afgreiða skattafsláttin. Ná því öllu fyrir miðnætti. Ég var mörg þannig moment. Ég ekki þessi þáttu snúðumstu mig sko en ég var í útibúi Arionbanka og þá held ég bara eitthvað af hverju útibúið opið til hádegis á gamlasta? Hver að fara í banka útibúi? Þá voru bara allir kongar landsins, það var bara beilu röð, allir að taka út peningin á gamlasta til að, góð saga Birkir. Já. Við ætlum ekki að botna hana. Af hverju þeir voru að þessu? Sko, en já, það er náttúrulega rífandi taktur. Þetta er skemmtilegu tími til þess að lifa og hræðast í atvinnulífinu og uppgangur í atvinnulífinu. Þú ert þarna í Kauphöllinni og svo ertu komin til Bretlands meðal annars í stjórn hjá skófyrirtæki. Kannski segir okkur aðeins hvað gerðist þar? Já, akkurat. Ég var náttúrulega orðin yfirmaður skráningarsviðs hjá Kauphöllin og alsæl í því starfi, alveg verulega, og var ekkert að fara. En maðurinn minn var að vinna hjá Flögu Medcare, sem var síðan seinna Nox Medical, og hann var, skal ég segja, að byggja upp alla þeirra starfsemi erlendis, var búin að vera þarna í 10 ár að byggja þetta upp. Og það var orðið svo mikið að ferðalögum sérstaklega til Hollands og svo frá Íslandi yfir til Asíu. Þannig að við sáum fyrir okkur að það þyrfti bara að sem sagt flytja til Hollands og það átti að opna skrifstofu þar sem að hann átti að vera beisaður og stýra starfseminni allir í þessari útrás þaðan og það er ástæðan fyrir að ég segi upp starfinu. Svo bara þannig í millitíðinni þá koma bandarækjumenn, kaupa félagið og ákvaða breytum kúrs og maðurinn minn hætti og réði sig sem framkvæmdastjóri hjá Sjóvá og þá er ég bara allt í einu dottin út úr skóla, fyrir ekki vinnu og orðin ófrísk af þriðja barninu því ég ætla að nýta tíman vel fyrst ég væri að hætta þarna í vinnunni og leggja í það og hugsaði, einmitt, ég er ekki sem sagt að fara aftur í Kauphöllina og var búið að ráða fyrir mig, komið mjög flott manneski í staðinn í starfi mitt. Þarna ákvað ég bara að fara aftur í Háskóla Íslands og tók masterinn í stjórnun en það var samt alveg svolítið erfitt af því ég hafði hugsað mér sko til að flytja út, þá ætlaði ég í skóla úti. Þannig að það var svona aðeins svolítið sömu kennarar og höfðu kennt mér hann í grunnnáminu og pínu vonbrigði þannig, en samt ágætt ár, var ófrísk og tók kursana í stjórnun. En er síðan bara þarna í náminu þegar Elín Jónsdóttir sem hafði unnið hjá sem sagt fjármálaeftirlitinu á sama tíma og ég er yfir skráningarsviðinu í Kauphöll og við höfum oft unnið saman út af alls konar verkefnum fyrir Ísland varðandi bara lagabreytingar og annað, þannig að við þekktumst vel. Hún var sem sagt farin að vinna fyrir svona fyrsta private equity húsi á Íslandi sem hét Arif hjá honum Jóni Skeving. Hún hafði samband við mig og mér fannst þetta bara svo rosalega spennandi tækifæri að ég ákvaða að hoppa á það. Og ég man að það voru alveg einhverjir hissa því að ég hafði á sama tíma var ég líka að horfa mjög flott tilboð frá einum banka en ákvað frekar að fara þarna til Arif til þess að stýra svona private equity sjóði. Og þetta er árið 2007 og sjóðurinn er bara fulli í fjárfestingum, bæði á Íslandi og í Bretlandi, en svo kemur hrunið. Og þá var ákveð að breyta business modelinu og sem sagt ekki verið þá í nýjum fjárfestingum, heldur við vorum að halda utan það sem var búið að kaupa og reka það í gegnum hrunið sem var náttúrulega verulega erfitt fyrir flesta smásala út af
bara gati í kassflögu og annað, ég meina Krít lokaðist hérna Já. milli landa og annað. En hvernig kom sjóðurinn út En- úr hruninu? En sérst, Sjóðurinn kom ágætlega út Já. og hann hélt velli, ok, en hérna starfsemin breyttist úr því að vera bara í fjárfestingum yfir í að stýra því sem við vorum með já, og fara svo í ráðgjöf. Og Einmitt. við vorum mjög virkir ráðgjafar fyrir íslensku bankana sem höfðu lánað í smásölu. Þegar sérhæfingin lá í smásölu, þann sem Jón Skeng hafði sinn bakgrunn. Hann hafði unni á Baugi og gríðarlega reyndur svona strúktúrmaður og þarna förum við aktíft að sinna ráðgjöf og stofnum nýjan sjóð sem var kallað Björg fyrir Sparisjóðabankan sem að Sparisjóðabankin setti smásölu fyrirtæki sem þeir höfðu þurft að taka yfir inn í. Það voru fyrirtæki í London og líka í Baltic og líka á Íslandi. Og þá satt ég allstaðar í stjórnum þeirra félag og var svona að sjá að endurskipuleggja þau og selja þau síðan aftur. Þetta var rosaleg reynsla og skemmtilegt. Já, þú veist, hinga til, ertu búin að vera bara rífandi uppgangur, búin að vera í spennandi verkefnum í kaupillins skráningum og síðan í verðbréðarhlutanum, sko, þarna í endurskipulagningu hjá fyrirtækjum sem að koma undan fjárhagskrökkum, Já. það hlýtur að vera svolítil viðbrigði fyrir því og breytinga þurfa að taka erfiðar ákvarðanir Mjög og... erfiðar. Og ofbúslega erfiðar ákvarðanir og þetta var mikið stress. Ég hef aldrei unnið jafn mikið. Þetta voru nú bara 3 ár hjá mér en ég vann eins og 9 ár. Við vorum bara stanslust í vinnu. Að gera í raun og veru mjög krefandi hluti sem líka svo skemmtilegt. Líka þú finnur árangur. já, já. Hvað var svona gegnumgangandi þema sem þið þurftu og skilabóð sem þið þurftu að koma áleiðis til fyrirtækina sem voru að reyna að endur þessa... Við þurftum náttúrulega mjög oft að taka til í reksturinn. Það þurfti að aðstofa stjórnendur við að finna út úr hlutum og gera hluti á svona skilvirkari hátt og mjög ofta að skera niður í kostnað. já. Ég myndi segja að það hafi verið rauðið þráðurinn hjá þessum félögum sem að sjóðurinn var með á þessum tíma. Og komaðum síðan í sölu, seljaðu til aðila, bæði þá í Breitlandi, bresku félögin og eins í baltnesku félögin og svo íslensku hinga til ennlendra aðila. Þetta er ekki til í dag eða nokkuð? Arif er ennþá til og er í ráðgjöf, en Já. ekki í sjóðastýringu. Sjá hvað fylgist vel með. Það var þarna sjóður sem hétt RFN1, eða Já. ekki? Passar. Þið voru ekkert að íkvað það að lögsækja N1 fyrir stuld. Arif N1, nafnið það er nýbúið að stopna sjóðun þegar N1 verður N1. Það var alveg pirrandi. Já, Þetta átti sem sagt að vera svona röð. N1 var fyrsti sjóðurinn og svo átti að vera N2, N3, og svo framvegis. Já. Það var svona stóra hugsunin. já. Og þarna er þetta algjörlega full-blown setup eins og menn er að gera í dag í þessum sérhæðu fjárfestingum. Við vorum alveg fyrst með þær samþyktir og þann struktúr og líka svolítið skemmtilegt, ég man að Elín var svo framsýn og hún hafði sett inn í fjárfestinga stefnu fyrir RFN1 með Jóni, þau eru búin að búta til því ég kem, að við ættum að fjárfesta samkvæmt ábyrgum fjárfestingum og ég vissi ekkit hvað það stóð fyrir, þannig byrjaði ég að lesa um það. Og kem svolítið með það inn þegar ég svo fer yfir í Landsbankan. Já, Og aftur, ég var ekkert að leita mér að vinnu heldur, er bara þarna á fullu að vinna fyrir og með Jóni Skeving þegar ég fæ símtal þar sem er verið að fylla stöður í Landsbankanum og það vantaði fleiri umsóknir inn í starf framkvæmdastjóra eignastýringar. Þannig ég ákvað að fara á hitta Steinþór 2010. Seint kvöld. Hann var alveg rosalega sjarmerandi og með skýra sín á hvað þyrfti að gera í Landsbankanum sem var heil mikið og ég ákvað að taka stökkið. Mér fannst þetta vera þannig tækifæri ég gæti ekki sleppti og sé ekki eftir því. Var þar alveg í 11 ár. Já, mér langaði mitt að taka þennan tíma alltaf vel fyrir. Þetta er áhugavert á þessum tíma þegar Steinþór hringir þá var búið að hreinsa gallerið. Allir 8 framkvæmdastjórnir, þeir eru horfnir á braut og það er verið að ráða 8 nýja, ekki satt? Jú. Í bara Risa auglýsingar í blöðunum. fornfrægum banka sem bara búin að vera í starfsemi lengi og einhvern veginn koma nýjir inn. Er ekki rétt með farið hjá mér að séu 3 sem að voru ráðin innan á bankunum og þeir eru 5 sem að komið utanfrá? Jú, eða 4 og 4. Já, Það er eins og með minnir. En enginn samt, þetta er allt nýjir aðilar, það þurfti vantilega að læra hratt hana. Heldur betur, bæði auðvitað með frekar nýtt bankaráð, nýjan bankastjóra og svo nýja framkvæmdastjórn. Maður svona, í dag þegar maður horfir tilbaka að setja sig í spór starfsmanna sem voru fyrir. Það lítur að hafa verið ansi erfitt. Því það var svo margt sem að var síðan gert í framhaldinu. Mikil endurskipulagning sem átti sér stað. Og sko áður en ég kem inn, þá er náttúrulega bara búið að setja upp bankan. Það er bara verið að búa til efnarsreikning.
Akkurat, já, Já. við fengum auðvitað Já, nú er ég að fá Birnu til eiginlega okkar déjà vu já. á þeim þetta, sko. Já, frábær þáttur með henni Birnu þar sem hún talaði um að það hefði verið þarf á gríðarlegri endurbyggingu sko Já. að þú fer aðeins með okkur í gegnum endurskipulagningarferlið sem að þú kemur að þegar þú Já. kemur inn í nýja bankan Já. bara, einmitt, ég er ráðin þarna til þess að taka yfir eignastýringuna og ég man nákvæmlega hvernig það var. Það vorum 100 miljardar í stýringu og af því ég hafði alveg reynslu af eignastýringu hafandi verið í þeim geira þegar ég var þarna hjá Skandia að þá vissi maður ef þú gefur upp eitthvað í stýringu eða eignir í stýringu þá liggur það svona í ýmsum fjármálagjörningum en ég kíkti ofan í þessa 100 miljardar eftir ég byrja og ég sé að það eru 90 í innlánum. Þannig að það var ekki verið að stýra peningun. Það var einhvern veginn bara traustið var farið og það var svolítið búið að pakka vel í vörn. Þannig að það er svona upphafið að byrja að endurreisa það og hugsa það aðeins inn í framtíð og það var alveg heljarinnar stórt verkefni sem að ég einbytti mér þá að en verandi í framkvæmdastjórn þá þetta líka það að taka þátt í að endurreisa bankan og kannski það stærsta verkefni sem að við horfum frammi fyrir í viðskiptum þarftu traust og þarna var það svo rofið og hvernig fer það stað þegar þú ert ekki með allt það traust sem þú þarft til þess að ná árangri og við þurftum bara að horfa verulega mikið inn á við styrkja þætti sem að þurft að styrkja eins og eftirlitið og áhættustýringun og þessa þætti og svona ferlabankans og hefja síðan sóknina byggt á þeim grunni en líka með mjög virku samtali við viðskiptavinni. Og Landsbankinn náttúrulega verandi stærsti bankin þá lágu viðskiptavinnir okkar út allt land og við ákváðum að gera þetta með mjög markvissum hætti. Við bæði sögðum hvað það var sem við ætluðum að gera og við bara auglýstum það beinlinis. Svo auglýstum við líka opnafundi með bankastjóra og allri framkvæmdastjórn þar sem við hittum fólk og tókum bara samtalið. Tókum bara heiðalegt samtal hvað þyrfti að gera til þess að þetta traust kæmist aftur á. Og það var auðvitað margt og mikið. Og svo alltaf þegar við vorum búið með ákvæmna aðgerð þá létum við vita með heilsíðu, heyrðu, það er búið að klára þetta sem við lofuðum. Þannig fórum við að stað. Og ég er þarna með eignastýringuna fyrstu 2 árin og síðan var farið í smá endurskipulagningu á öllu setupi og ákveðið að búa til nýtt svið sem var kallað markaðir og þá bættist við eignastýringuna sem sagt markaðsviðskiptin og fyrirtækjarákjöfin og viðskiptavaktin. Þar sem þú ert að vakta viðskipti til þess að auka flæðið á markan. Svona bókin. Þetta er náttúrulega magna með auðmiða Assets Under Management sem sagt 90% í innlánum. Hvaða stefnu tókuðu og þú sérstaklega í mótun á efnahagsreikningnum? Það var tekin sú stefna að horfa til þess að það væri bara mjög mikil ábyrgð að reka banka. Bankarekstur er flókinrekstur og við ætlum að gera það eins vel og hægt var. Og við töldum að til þess að ná því, þá þyrftum við að vera bara með mjög skýran fókus á grunnreksturinn. Þannig að á þessum tíma það eru bara allar óskildar eignir seldar. Svo kreditkortafyrirtæki, tryggingafélag og þess áttar. Og það er líka tekið mjög stór ákvörðun þegar framtakssjóðurinn, hann hafði verið stofnaður 2009. Steinþór af 16 lífeyrissjóðum minni rétt. Steinþór kemur inn í júní 2010 eins og ég man þetta. Og það er ákveðið að svona eignir stórar sem bankinn hafði sem sagt lent í fanginu með vegna hrunsins að þær fari yfir í framtakssjóðin vegna þess að betra að vera með þessa armslengð upp á rekstur þeirra. Og þetta voru stór mikilvæg fyrirtæki hérna á Íslandi eins og bara Icelandair Group. En Iceland Seafood, þetta er stór mjög mikilvæg fyrirtæki. Ég held að þetta hafi verið mjög stór og góð ákvörðun upp á að koma hjólunum aftur á stað, atvinnulífinu. Þessi nálgun var frábrugðin hinum bönkunum? Hún var nefnilega frábrugðin. Aðrir gerðu þetta ekki, voru lengur með eignirnar og kannski enduðu þá á að fá hlutfallslega meira út úr því ferðalagi sem banki þar að segja fjárfestingabanka megin upp á að skrá í kaupöll og að fyrirtækja ráðgjöfum væri að klára verkefnin. Já, Steinþór auðvitað, hann kemur inn 2010 líka, hvernig var að vinna með honum? Það var frábært. Hann var alveg ofboðslega framsýnn, svakalega duglegur, hlífði sér aldrei. Hann tók öll samtöl sem þurfti að taka, ég man eftir mótmælum, ég man nú bara þegar hann að ráða mig, þá var alveg erfitt að komast inn í banka vegna mótmæla fyrir utan banka, fyrir niður í miðbæ þarna rétt hjá Alþingishúsinu. En ég þurfti að fara einhvern veginn bakdýra megin inn og á skrifstofunans heyrði ég all í honum því það var einfalt gler og það var svo mikið hláfaði fyrir utan.
En það átti líka eftir að koma á daginn að þetta var ekkit búið, þetta var bara rétt að byrja. Þetta hélt áfram í langan tíma og ég man eftir mótmælum sem komu inn í banka, það var komið bara með gjallalúðurinn inn í útibúið okkar þar sem starfsmenn sátu bara lamaðir, það var ekki smá erfiðar aðstæður. Þá átti Steinþór það til að hlaupa bara niður og tala við mannskapinn og alltaf fyrstur. Hann hlífði sér aldrei og var rosalega framsýnn, mikill stefnumótunarmaður og svona, hann lagði rosalega skýra, góða línu sem við fylgdum og það var mjög gaman að vinna með hann. Trúið því. Safran, ég er nú að vinni mína sem að krakka ekkit sérstaklega mikið og hlusta þig væla yfir að mætti stundum halda að þú er að reka leikskóla, sko. Já. En eitt sem að ég auðvitað ykkur með, það er svo mikill sparnaði fólkin í að krakka, ef þú telur bara hausana, þá ert að fá gott verð per haus. Ég held svo ekki margir sammálaði það, en það er ekki mikill sparnaði fólkin. Já, nei, ok, það fyrir pínlítið eftir hvernig þú horfur á það. En núna er ég bara til dæmis að horfa í Safran fjölskyldutilboð. Ok. Fjölskyldutilboð fyrir 6. Þú ert að fá, bara 100 kíló að kjúla. Já, þú ert að fá fat af kolagrillum hunangskjúklingi. Hvort þetta þorpskjúklingur, ég þarf að kanna afriskur, sætar, vaksasalat, safransískrjón, grillaður rauðlaugur, sko, hvað er betra en grillaður rauðlaugur? Veit ekki, nanbrauð, jógúrtsósa og píri og þessi herlegheit öll semul á 11.500 tæpar. Fyrir 6 manns? Þetta er bara rugl. Minni en 2000 skall mann? Þetta er bara rugl. Já, en annars bara K10 í appi. Já, fyrir þessa einhleifi eins og mig, sko. Já, það var K10. Það var K10. Orka náttúrunnar. Þeir bjóðu på dálítið skemmtilega laust, orkuvísin. Orkuvísir er sem sagt, sko, fyrir það sem að eru hagsýnir, að halda þétt utan budduna. Og eru á vaktinni. Já, ég trúi því að okkar hlustendur séu nú tiltölulega góðir neytendur. Já, klart. Þá er orkuvísinin í boði, því að málið það rafmagn, sko, það er erfitt að geyma það. Þannig að rafmagn breytist, sko, markaðsverðið frá klukkutíma til klukkutíma. Þetta er ekki eins og flestar vörur sem eru bara geymdar upp í hillu og mjólkuverðið breytist ekkit á morgun, sko. Það er bara það mjólk. En þú getur hlaðið til dæmis á nóttunni þegar færri er að hlaða. Já. Og það borgar minna. Þannig að orkuvísinin tekur til þess hvenær þú hliður og reiknar séðan út eitthvað markaðsverð út frá því hvenær þú ert að hlaða. Þannig að það getur lækkað raforkureikningin hjá þér. Þannig ámar að stilla vekju og fara að hlaða á nóttunni? Nei, ég meina að það munar bara það hvort þú hliður bíliðinn yfir nótt eða yfir morgunin. Ég reynda get ekki svar fyrir hvað er ódýrast. Þú getur bara kynnt þetta. En ef þú ert taxi, þá er þetta eitthvað sem ég hvet til að skoða hjá ON. Einu sem ég veit er ódýrast í ON, sko. Hvað er hann að gera í dag? Steinþór, hann frá Landsbankanum þá gerðist hann partner hjá KPMG og hefur verið þar í ráðgjöf. Ég held að hann sé fjölmörgum stjórnum í dag en ég er ekki viss hann sé alveg í svona skrifstofuvinnu, hann alltaf bara örgla aldrei næs. Aðeins búin að minnka við sig. Ég vona það. Það sé ekki að vinna alveg jafn mikið. Nei, einmitt þeirst að vera dugnaða fólkur sem að fá hann í þáttinn. Ég myndi gera það. Það væri skemmtilegt spjall. Vel gert hjá hann að fara bara niður og tala við públikinn, sko. Bara hvað er málið? Nákvæmlega, og líka hjá okkur, við fórum sem sagt allt land og ég man eftir fyrsta svona opna fundinum á Akureyri og þetta er til í mynd, það var tekið upp að þá er bara fólk mætt, menn margir mjög sárir, búin að tapa miklum fjármunum sem dæmi og að því ég satt þarna fyrir eignastýringuna, þá var bara fyrsta spurning úr sal til mín. Sem ég átt að svara. Við urðum bara, fyrst við vorum búin að auglýsa þetta, þá þurftum að bara standa í lappirnar og reyna að svara eins vel og maður gat. Svo man ég eftir því að... Og voru þetta bara spurningar á borði, akkur er allt sparið fyrir mitt glata? Já, bara hvernig fóruð að því að klúðra öllum sparnaðan minn? Valið spurning. Svona spurningar. En ég man eftir því að fundinir út á landi voru alveg erfiðir, en þeir voru árangursríkir og okkur fannst við fá hlustun. En svo man ég eftir fundiðar sem við héldum á Grand Hotel, hann var hérna í bænum, það var þyngsti fundurinn. Það voru langmestu lætin frá fundagestum. Það var einhvern veginn eins og að væri aðeins meiri virðing þegar við fórum út á land. Svona man ég þetta. Landsbyggðin, fylgir. Kannski bara því ég er sveit. Fólk á landsbyggðin er svo góða manneskjur. Það er þannig, það er þetta mínu upplifun. En sko þetta tímabil er mér sérstaklega hugleikjum. Þetta eru bara svo magnaði tímar í sögu Íslands sko, og íslensk viðskiptalífs og hafa haft svo djúpsta áhrif líka á bara allar götur síðan. En sko, það var svo mikið. Já, það var bara svo mikið. En sko, annað kannski, ótengt þessu rekstrarumhverfi er bara það sem er ennviðlóðandi við bankan í dag og gaman að geta spurt því núna sem að þú ert ekki lengur að vinna fyrir Landsbankann og getur kannski talað frjálslega þetta. Sko, bankin auðvitað er í ríkiseigu á þessum tíma, eins og hann er í dag, jáfnframt.
í samkeppni við einkarekstur, sko, var þín upplifun að það hafi háð honum að einhverju leyti? Ég upplifði aldrei að starfsmenn sæju sig sem ríkisstarfsmenn. Það var bara beilaði metnaður og rosalega flottur árangur sem náðist og mjög öflugt starfsfólk. Ég fann aldrei neitt mun. Nei. Og við töluðum heldur aldrei þannig. Nei. Ég held þetta skipti mjög miklu máli. Ég nefnilega, að þegar ég var að vinna í bankanum, það var það sama með mig, sko, en ég var kannski meira tindað út á gólfi bara að því að metnaðurinn og andrúmslofti í bankanum var aldrei að slá slöku við. Þetta er bara banki sem ætlar að standa sig og verið fremst í röð. Heldur betur. En ég velti fyrir mér, sko, fyrir stjórnendur, hvort það hafi verið eitthvað öðruvísi, sem er að glíma við regluverkið. Akkurat. Já, nákvæmlega. Ég bara einhvern veginn hafði náttúrulega ekki reynslaði að vinna í einkabanka. Nei. Þetta var bara eina bankastarfið sem ég hafði sinnt. Og ég viðurkenni það að þegar maður kom að verkefnu þá sá ég verkefni fyrir mér að ég var að koma þarna líka inn út af þekkingu minnar á því að skrá félag. Og við byrjuðum að undirbúa okkur og við byrjuðum að hafa okkur eins og við værum skráð félag og við værum félag í einkaeigu. En það verkefni fór aldrei á dagskrá og við vorum aldrei selt. Þetta voru það ákveðin vonbrigði en einhvern veginn samt vandist maður því. Já. Og metnaðurinn bara þannig og verkefnin og stemmingin að ég upplifði aldrei að við hefðum náð meiri árangri hefðu við verið selt. Nei. Við vorum bara að vinna eins og við ættum bankan sjálf. Já. Og það líka bara, þú veist, held ég hárrétt að leiðin að hugsa þetta svona því að svo gæti alveg verið einn daginn að þá verður eitthvað stemming í þjóðfélaginu og þá verður hann seldur og þá er bara bankin klár, sko. Nákvæmlega. Ég held að Benni Gísla að tala þetta hjá okkur, manni hvort það var þáttur nummer 1 eða 2 með hann sem var að tala sko að kannski eina sem Arion hefur framfyrir bæði sko Lansan og svo var það Íslandsbanki, ekki lengur, að það var kannski að þeir gátu bóðið aðeins betri kjör og fleira því að þeir eru ekki með ríki sem yfirmann sko. Akkurat. En það er kannski bara eitthvað svoleiðis sko. Já, það jafnvel verður dýrar af því að þú getur ekki haft sveifluna í sko launun. Það er mjög góða punktur. Já. Hvernig var mötunni í Landsbankan? Æðislegt, það var allt og gott. Já, það var of gott. Hættulega gott maður. Ég veit ekki, þetta voru 11 ár, ég held 11 kíló. Cirka. Og þetta er ekki grín, sko bara alveg þétt. Já, þetta er sönsa, dagsön. Svo helst þetta bara við hjá Kreditinfo því að líka góðu mati það. 100 grömm á mánuði í 11 ár. Þetta er hróstil þín hefna þar sem stjórnandi, sko. Sko, er þið með gott mötunni í Kreditinfo það? Við vorum með allt í lagi, en Svo reif Hrefna ekki. Já, Hrefna var vakin og svoðinu því að yrði almennlegu matur því hún vissi hvað það þýtti fyrir starfsfólk að hafa góða mat. Þannig að hinn kokkurinn er ekki með vinnu, hann er ekki eldað í dag. Við fáum sendan mat, alveg æðislegan mat frá Salkera mat. Ungir strákar sjúkla flottir. Já, gott að gefa þeim smá svæði. Þetta er hrikalega gott hjá þeim. Já, flott. Sendið mér bröð. Já, en það einmitt, það voru komin að Kreditinfo 2021 til dagsins í dag. Já, akkurat. 11 ára kafla í Landsbankanum lokið. Já. Sko, kannski byrjum á því það sem að eru auðvitað með Kreditinfo og kannski ekki mörgunum fyrirtæki í Íslandi og sannarlega ekki Landsbankan er að Kreditinfo er hluti af alþjóðlegri grúppu. Sko, hvað þýðir það fyrir þig sem framkvæmdastjóri Kreditinfo í Íslandi? Já, sko Kreditinfo í Íslandi er elsta fyrirtækið. Sagan okkar byrjar á Íslandi árið 1997 þannig að við höfum byggt okkur upp á öllum þessum árum með alveg ofboðslega þéttu sambandi við okkar lykil viðskiptavinni. Og við höfum lagt mjög mikið upp úr því að vera dýnamísk og vera þannig að við getum þjónusta þessa viðskiptavinni mjög hratt og örugglega. Þannig að við erum alveg sjálfstæði í öllum okkar kerfum og ferlum. Aftur á móti er síðan verið að taka fyrirtækið út vegna þess að við vorum með einhverja flotta formúlu sem getur nýst öðrum. Þannig að við höfum miklu meira verið í þessu mentor hlutverki að sýna öðrum hvernig hægt er að gera góða hluti og erum oft tekin sem dæmi. Þegar það er búið að þróa eitthvað gott á Íslandi þá er það tekið og farið með það á fleiri staði. En af því ég tek þátt í framkvæmdastjórninni úti, þá er ég líka að horfa yfir allt fyrirtækið og sjá til þess að við séum svolítið að nota okkar vörumerkja á sambarilegan hátt. Við séum með svipaða staðla, að við séum að taka snjöllustu lausnarnar og fara með þær á markað þar sem að þær eiga heima og geta gert gagn. Þannig ég sé þetta svolítið á svona, í raun og veru á 2 hliðum. Já. Er ekki líka að þú vilt halda sama klassanum allstaðar, ekki bara Kreditinfo sem miklu betra í þessu landi heldur þessu? Akkurat, það er verkefnið. Já. En auðvitað erum við á svona vanþróuðum mörkuðum þar sem Kreditinfo er að styðja og við sjáum alveg rosalega stórt fótspor þegar við förum inn á þessa markaði. Það er enginn annað fyrir,
þannig að verður rosalega líkil breyting bara fyrir neytendur að við komum inn og það er rosalega gefandi ferðarlega að sjá það. Já. En aftur á móti á Íslandi erum við miklu þróari, við erum að gera hlutina í raun og veru, við erum komin bara miklu lengra í líftímanum. Við erum komin frá því að vera bara að skaffa einhver hrágögn yfir að gögnin eru bara ofboðslega snjöll og þau eru aðgengileg í tíma. Að því að skipti máli í viðskiptum að þú veist þetta sé allt á réttum tíma líka. Já, byrju, Creditinfo, þetta er ekki innheimtu fyrirtæki. Nei. Ég var, ég ætla að segja sko, að ég var, við ætlum að fara að tala um enn 5 ára tíma minnan í útibúinu í Aribanka. Já. Nei, þar var alltaf að tala mjög fallega ykkur með Creditinfo. Takk. Allir viðskiptaverðinir mjög ánægðir með DTA lánstæðismat og helvítis Creditinfo. Nei, sko, málið er að við erum nýkomið með niðurstöður úr þjónustukönnun til svona okkar lykil viðskiptavina. Þessara sem eru í B2B. Þar skorum við mjög hátt, fengum alveg frábært feedback, bæði þykjum mjög áræðanleg og líka með góða þjónustulund, takk Leifur. En síðan þegar þú spyrir almenning, þá er oft svo mikill miskilningur á því hvað það er sem við gerum. Klárt. Þá erum við svolítið tengt við vanskilaskrá, þar sem er sársauki og þar sem er kannski líka það að fólk er ekki með það lánshæfi sem það telur sig eiga að hafa. Já. En við erum bara með mjög nákvæma formúlu, þannig að við reiknum þetta út, byggt á reglugerð, byggt á starfsleyfi frá persónuvernd og erum að rekna út sem sagt lánshæfiskor fyrir alla sem eru komnir á réttan aldur og líka fyrirtæki og þar skiptir opaslega miklu máli upp á að hér sé rekin ábyrgur lánamarkaður. Því það að lána pening, þú vilt náttúrulega fá hann greitan tilbaka. Já. Þar komum við inn með nákvæmum upplýsingum til þess að það sé hægt að eiga hérna og stunda góð lánaviðskipti. Já. Síðan erum við náttúrulega, við rekum líka innheimtukerfi eins og Leifur þekkir og við erum að reka skuldastöðukerfi og við erum með fjölmiðlavakt og við erum komin út með mikið að nýjum lausnum eins og til dæmis það allra nýjasta hjá okkur er sjálfbærni plattform þar sem við sköffum lykil sjálfbærningögn fyrir öll íslensk fyrirtæki og erum núna farin með þávöru í útrás, erum að fara í loftið á 3 stöðum í Eystrasaltsríkjunum þar sem við erum með starfstöð. Við erum með vöru sem við köllum snjallið sem að gerir fyrirtækjum það kleift að geta lánað svona sjálfvirt án manns handar út frá ákveðnum reglum og þá gögnum sem byggja líka þess að lána ákveðin upp. Er það sem bankarnir á notaði? Já, að vísu er þetta meira laust sem við höfum sniðið að eins og heildsölum og smásölum sem dæmi. En vissulega líka banki keypta þetta. Sem er algjör snild. Sko. Já, og nákvæmlega svo áræðanleika mat af því að það skiptir svo miklu máli að þekkja þig þegar þú átt viðskipti. Já. Og það er mjög stórt space. Ég oft pælti sko að því að, leiði störfum báður banka, ég starfaði banka í 5 ári. Ég velti fyrir mig sko að því að þarna auðvitað vorum notast Creditinfo og bara aftur svo ég teka fram frábært að vinna með Creditinfo. Ég voru meira að tala um þess að reyði viðskiptaðinu sem voru með DTA lánshæfismat en sorry, það er ekki Creditinfo að kenna það. Fjármálatips. Já, fjármálatips. En ég velti fyrir mig sko af hverju heldur að bankarnir séu samt líka með, að var alltaf þannig í tilfelli Arianbanka. Þeir eru líka með sín eigin lánshæfismat, þá þau styðjast við ykkar. Akkurat, þeir eiga náttúrulega svo rosalega mikið af gögnum sína viðskiptavinni og þú ert alltaf bara að reyna að hámarka hverja ákvörðun. Gera hana eins nákvæm og hægt er af því að auðvitað er verið að stýra áhættu. Það er áhætt að lána pening. Þannig að þú gerir það þá bæði með matin okkar og svo með viðbóta mati sem að byggir á þínum grunnum. Því að við erum auðvitað með rekstrasjóð líka hjá bankanum. Já, það er rétt. Akkurat, en auðvitað eins og þegar Creditinfo var ekki til, þá varstu svo háður þínu fjármála fyrirtæki því það eitt vissum þig. Einmitt. En eftir að Creditinfo var til, þá var hægt að ferðast með þína sögu á milli. Þannig að þú gast komist í viðskipti á öðrum stað, byggt á þinni sögu. Þetta var algjört breakthrough. Það er svona, eiga allir að vera svo opbáslega ánægði með okkur því við aukum auðvitað við samkeppni. Þetta var gott fyrir neytendur. Það verður betri kjör í kjölfarið. Mér finnst eitt svo skrítið og ég talaði við Benna sko, er að kannski var þetta svona fyrir sögun, við vorum svo ungir sko, en ég skil ekki, ég fæ símtal 3 dag eitthvað, hérna má ég fá að bjóða í tryggingarna þínar og eitthvað, en ég fæ aldrei símtal frá Íslandsbankanum eða Landsbankanum eitthvað að bjóða mér viðskipti og bjóða mér húsnæðislán eða eitthvað. Hvað segirðu? Nei, ef fatt eitthvað við, þetta er bara svona gefins peningur sem liggur en ekki segja nefnum þess að hugmynd hjá mér með hana. Já. En kannski er þetta líka... Ég veit af þessum símtölum sko, það er alveg mjög virksamt samt við lífeyrissparnaðinn til dæmis. Ég er náttúrulega með DT lánshæfismat hana. Já. Það vill ekki fá mig í viðskipti. Nei, en þú veist,
En það annað, hvað bankamarkaðurinn kvikur, hvað auðvitað að skipta viðskiptabanka í dag og Við erum bara bara í öllum bönkunum sko. bara flegi ferði í fintech í dag og gaman að vera í þessu umhverfi á Íslandi. En það þökks í ykkur, sko, myndi ég segja. Ég myndi alveg segja að Kreditinfo spilir stórt hlutverk. Við erum alveg til að taka smá kredit á það kredit, er það ekki? Ég alveg sammála því og þú veist, og kom mér persónulega smá óvart að því ég vissi ekki. Þú veist, það alveg smá gegnumgangandi grín, erum við ekki bara innheimtu fyrirtæki, skilur við, þegar það margir sem að halda það. En við erum við þess heiðursanvöndandi að fá að tala við Reyni og lærum lánsfjármati sem að þetta ekkert annað en bara mikill fengur fyrir landsmenn að geta eins og bendir áhrifna réttilega bara flakka á milli viðskiptabanka eins og ekkert sé þegar þú ert með óháð lánsfjármat. Það rétt hjá mig Leifur að þú ert með betra lánshæfismat ef þú hefur tekið lán heldur en þú hefur aldrei tekið lán. Hún er að spyrja það ekki þannig? Jú, þetta sem áhugavert. Mjög flókin formúla sem að þetta lánshæfi reiknað út frá. Já, pappi var að tala um þetta þegar við vorum að keppast daginn hverjum betra lánshæfismat. Við vorum mjög eðlileg keppni og þá, hann hefur aldrei tekið lán á ævinni, sko, 100 ára eða eitthvað, nei, 60 eitthvað. Og ég náttúrulega tek alltaf netgíru og þetta, nei, en ég bóla hann bara þetta klassíkt, já, og þá ég með betra lánshæfismat. Þarna koma líkurnar inn, við þurfum auðvitað að hafa eitthvað grunn til að byggja þennan útreikning á. Líka því þarna ertu með bara, við höfum lánað þessum manni penning og hann hefur borgað, en þú veist ekki, ég hefur aldrei lánað hann. En það sem okkur vantar svolítið að sjá hérna á Íslandi að við þróum okkur samt í alveg þá veru eins og við sjáum í til dæmis Bandaríkjunum, þar sem lánshæfið miklu þekktara, það miklu meira rætt það. Hvað kreditskorið þitt. Og líka í Bretlandi, að þetta raunverulega skipti máli í kjör. Og svo þróun að byrja. Við sáum til dæmis bara núna síðustu vikur. Það eitt útspil í einum ákveðnum banka, þar sjáum við þetta vera að skipta meira og meira máli. Ég spáði að þessi þróun verði núna nokkur röð. Og mér finnst skipta mjög miklu máli að fólk hugja sínu lánshæfi mjög snemma. Þannig að þú gerir allt til þess að passa það. Af því það svo dýrt að lendi að það lækki. Það tekur því svo langan tíma að ná því tilbaka. Kostar fyrir mig að fara að fletta upp lánshæfismatinn mín? Ekki að þú deilir með okkur gögnum, þá það frítt. Gjörðu svo vel með það allt, sko. Kíkt á þig, inn á mitt Kreditinfo. Þú ekki. Jú, það ekkert óttast. Eins og langflestir. En það sem mér langaði líka að innbrá sem að þú veist að nefnar hérna og svo rétt og satt að sko jú, lánshæfismati kannski stærsti B2C B2 almennings snertileðurinn okkar en við erum bara líka hugbúnaðarhús, við erum með ótrúlega mikið, við erum með færiband af nýjum flottum lausnum fyrir fyrirtæki. Sjúklega flott fólk í vinnu, snjallt sem vinnur rosalega náið með viðskiptavinnum, þannig að við veitum nákvæmlega, þú veist, hvaða lausnir eru þarna sem að menn vanta, þannig að þú veist, við höfum aldrei sett lausn í lofti núna frá því byrjaði, það eru alveg 5 nýjar. Öðru sem henni hafi verið bara mjög vel tekið heila frá fyrsta degi. Til að mynda eins og sjálfbærni sko viðmótið, við vorum bara búin að ná samning við alla helstu aðila á markaði á innan við ári. Er ekki líka með bara öll stærsti fyrirtæki landsins í viðskiptum? Jú, En það ekki það? Jú, og hrikalega flottan sjálfbærni sérfræðing innan okkar sem að Hrefna held ég að hafi líka bara fyrir fyrirtæki sem verður með reikningsviðskipti, þau verða að vera með Kreditinfo. Er það ekki? Er ég ekki rétt skilja með það? Það er betra. Það er betra. Við mælum með því. Ég myndi alltaf ekki þóra að sleppa því. Nei, Nei, samt í alvörunni, það er bara no-brainer. Já, þú verður ekki að vera það, náttúrulega. En svo annað bara, vá, það er svo gaman að fá að geta rætt þetta í hlaðinu. Það eru 2 heimar að skarast hérna fyrir mér, sko. En þú veist, að þú talar snjallakuruna. Og við erum náttúrulega bara með heildstæða onboarding laust líka fyrir fyrirtæki, af því að við búum yfir öllum þessum gögnum, við höfum lánshæfi og annað slíkt, við erum með greiðan aðganga gildandi skráningu og öllum fyrirtækjagögnum að geta bara verið fyrirtæki og ætla að koma í viðskipti og verið komin í heimi sem er svona hraður eins og í dag, þegar þú ert kannski að auglýsa á netinu, herðu, hérna, komdu í viðskipti við okkur og svo bara ítur á einhvern smell á Instagram, bara ert komin á síðuna og ætlar að fara í viðskipti við eitthvað fyrirtæki. Ekkert mál, sem taka bara við 3 dagar, þú ert að bíða eftir að einhver bak við skrifstofuna sína sé bara að skrifa, já, ég veit ekki, það er að taka einhver gögn saman og eitthvað. Herru, 3 dögum eftir að fara smellin, jú, þú gæti alveg komið í viðskipti. Já, mér langar ekki til viðskipti lengur. 3 dagar sinni svona, hjá okkur er þetta bara 1 smellur, komin í viðskipti. Ég elska þetta fyrirtæki. Þetta er rosalega flott og bara til að mynda þegar bankarnir fóru að vera alveg sjálfvirkir eins og í fasteignalánum, þá var bara teymi Kreditinfo inn á gólfi hjá þeim bankar sem var fyrstur til að vinna þeirri lausn. En það er aldrei sagt frá því út af við erum svo oft bak við tjöldin. Já, einmitt. Það er svona gott að sért hér með okkur í dag. Já, takk. Af því að þið eru
hetjuðan sem fólk sér ekki? Sko aðeins bara af því að starfsemin er svo við hvað þýðir það að vera með starfsemi í Tansaníu eða Kenía? Það er náttúrulega mjög margt ólíkt og aftur það skiptir opbúslega miklu máli að við finnum þá besta fólkið á þessum stað. Annað líka, þegar við höfum farið á þessa markaði þá er það oft gert með Alþjóðabankanum, þannig að við fáum aðstóð til að koma inn. En síðan í framhaldinu þá skiptir okkur öllu máli að við séum með fólk sem við treystum á staðnum. Af því við erum náttúrulega með mjög stranga stefnu varðandi til að mynda mútur og okkar viðskiptahætti. Þannig að við höfum oft þurft að labba frá vegna þess að það hefur ekki verið samkvæmt okkar prinsipum. Og svolítið gaman að segja kannski frá því, ég fæ að koma því að fyrir 4 árum þá settum við okkur mjög metnaðarfulla sjálfbærnistefnu fyrir öll þessi 30 lönd og hófum að innleiða hana. Af því við höfum svolítið verið að sko spyrja fyrirtækin til þess að þau fái stimpilinn að vera framúrskarandi út í þessa þætti og þá veit maður ekki að við séum sjálf ekki að sinni svo okkar megin. Og við erum tekin út af reitunaraðala bandarísku fyrirtæki sem heitir Athens 4 sinnum á ári til að vita hvernig sjálfbærni ferðalagið okkar gengur. Og fyrst fengum við bara eitthvað svona meðalengun, en í dag erum við með hæstu engun sem þeir hafa gefið að því ferðalagi gengur svo vel. Og þar skiptir náttúrulega mjög miklu máli að við séum komið vöruna í lofti, þá setjum við svona aðeins, við sýnum betur hvað við leggjum mikla áherslu á þetta. Og náttúrulega draumurinn okkar væri að koma sjálfbærni lausninni af almennilega á þessa markaði sem eiga ekki þessar upplýsingar, að því við vitum að þrátt fyrir Trump, þá er heimurinn ennþá með þessa áherslu. Fjárfestar heimsins og líka lánastofnanir heimsins að setja sér stefnu ábyrga lánveitingar, ábyrga fjárfestingar og til að geta tékka í þau box og séð hvernig þið verið að gera hluti, þá þurfa fyrirtækin að geta svarað þessum leikilspurningum. Já. Þannig að það væri synd að koma lausnin ekki þarna niður eftir, vegna þess að það er svo hrættum að fjármagnið flytjist og þá er bara enn meiri skekkja í heiminum sem hlýst af. Já. Kannski er það þannig í Tansaníu sko, mæti banka átubúið sko. Og þá bara ertu með DT lánsæðismat og hendir inn í lói í starfsmanninu og hækkar hann upp í A. Þetta er alltaf mjög ólíkt til sem við þekkjum. Já, þú minnist þetta á framúrskarandi fyrirtæki, er það ekki það sama fyrirmyndafyrirtæki? Nei, það er allt annað. Við erum með framúrskarandi en svo er samkeppnisaðili okkar með fyrirmyndar. Framúrskarandi fyrirtæki. Það var djókspurningar ekki. Aðeins að tían upp bara? Já, aðeins að tían upp. Nei, það er mjög skemmtilegt verkefni og er eitthvað svona sem að allt fyrirtæki okkar vinnur að, vegna þess að það er heilmikið svona bakvinna sem fer af stað til þess að vita hverjir komast á listan. Þannig erum við að horfa á fyrirtæki út frá ákveðnum sko kríteríum og bæði bara stærð og umfang og svona hvortu séu vel rekin. Skil ásanningi snemmaði ekki? Jú, skil á réttum tíma, við horfum bara löggjáðan þar. Já. Ef að skatturinn gefur frest, þá horfum við á þann frest, en síðan bættum við líka við fyrir nokkrum árum síðan að fyrirtækin sem eru ákveðið stór og leiðanamarka þurfa líka að geta svarað þessum sjálfbærnispurningum. Við vitum alveg ef þú ætlar að vera framúrskarandi þá er það stærra heldur en það að vera bara með fína ebitu. Þú þarft líka að hafa svona tilskilin leyfið, það sé ekki mikið styrrum fyrirtækið þitt og þú sért svona að starfa í sátt við umhverfið þar sem að þú ert staðsett. Maður var smá leiðilegu núna. Mér finnst öll fyrirtæki á Íslandi vera með þetta. Þurfum ekki að fara að herða kröfurnar eða? Nei, þetta er 2% af öllum fyrirtækjum landsins sem fá hana stimpil. Kannski er ég bara vesla á svona góð fyrirtæki. Nei, ég velti fyrir mig að komast þetta ætti að vera bara eitthvað 10 fyrirtæki. Já, akkurat, en þá strangar. Við höfum aðeins samt, það er alveg flottu punktur, þannig að við höfum svona til viðbót að dreigja fram þá sem hafa skarið fram úr í eins og nýsköpun. Já, einmitt. Nýsköpun skiptir svo miklu máli fyrir atvinnulífið og líka sjálfbærni. Dænátt, það eru þetta, þeir eru að leysa þörf sem að ég held að allir hafi, bara er laust á þessum veitingastað klukkan þetta, hvaða veitingastað á ég að borða í kvöld, en þeir eru líka með, sko, að því ég stend mér stundum að því að vera bara vafra á Dænátt, það er líka held ég heilbrigðan TikTok, ég veit ekki, ég hef ekkert fyrir mér í. Nei. Þeir eru með mataviðburði. Já, einmitt. Og alls konar skemmtilegar uppákomið þar, botlaus brunch, teppanyaki. Wow. Rakst þetta í þungavættin pubquiz og Dænátt, ég veit ekki hvað eru ekki með. Já, það er líklega búið núna en það hefur örugglega verið veisla. En basically bara Dænátt, þeir eru alltaf með puttar á búið. Já, þetta er á Akureyri síns mér, geðveikt. Tróðfullt hús, heyrið ég. Sjöstrand. Já. Strand. Það er stemningi að þeim þess að dana. Já, þeir eru svona kannski aðeins, ég er kannski meira benda á það að þessi fíll í herbyggjum sem við kannski sleppti að tala í einhverju meðvirkniskasti, þessi álhylki í Guðanabænum
hætti hann hóta það. Já, þú veist, svo náttúrulega Gunnar okkar bara flytja til Svíþjóðar, það gengur vel. Vá, glæsilegur maður. Glæsilegu maður, glæsilega vélar og þú veist, ég held að þetta sé eitthvað svona midsommar stemning hjá honum, hann er sænskur í sér sko, það er 20% af öllum vélum og flóurum núna. Ok. 20%. Meir en hann trompar kantafstáttin. Já, kvöldum þetta sumarsæla og þú veist, ég menna, ef að menn er að spá í gullinu eða svörtu, klassískri, þá er kauptækifæri eins og við segjum. Já, það er það. Kaupa flóar í stíl, það er ekki úr vegi. Lengjan. Já, lukkusprengjan, lukkusprengjan, sko. Valjú. Sko, hvað er valjú í dag? Ég veit það ekki. Nei, blikaðir. Ég er með eina reglu. Never bet on golf. Nei, já, sleppa því. Never bet on golf. Já. Þetta er öðruvísi en þegar Tigerinn var og það var bara, ég veit ekki 3 á að hann myndi vinna. Nú er þetta bara, ok, þú veist, Scottish Scheffler. Já. Hann er reyndar ólsegur. Ef það er hástuðl á honum, þá má alveg skoða. En annars myndi ég bara halda mig við lokalinn. Já, bara bestu. Finna valjú í bestu eða neðri deildunum. Halda þessi við heima þannig, versla Ísland. Já, og bara fara í appstóran á í lengju appið Stat. En svo er bara flott að séu allir að fá 2% að fá medalíu, sko, bara flott, sko. Og það gerði þetta, og þetta er greina flott hjá okkur því að fyrirtæki er alveg að monta sig af þessu, sko. Já, og við segjum bara því fleiri því betra, því skilirinn eru ströng, sko. Þau eru mjög ströng. Þú þarft að vera með fyrirmyndarekstur, eða framúrskarandi rekstur til þess að fá framúrskarandi viðurkenningu. Þarft að vera í hagnaði, eða? Já. Þú getur ekki verið í tapi. Og þess vegna getur það gerst og er oft, þú veist, eitthvað sem forsvarsmönnum þykir leðilegt. Þú lendir kannski erfið einu ári á dettur út. Að því við erum að horfa á 3 ára sögu. Við erum svolítið að finna út sko, hverjir hafa rekstrar þól. Og þessi viðurkenning hefur skipt sko, raun. Ég man eftir til að mynda sko, sögur sem að ég heyrði bara því ég var ekki byrjuð þá hjá Creditinfo. En það var stór heildsala sem að nýtti þennan stimpil til að komast aftur í krít hjá erlendum byrgja þegar allt lokaði hérna í runn. Já, einmitt. Þannig að það er alveg borin fyrir þessum stempli. Erlendri grundu er þetta náttúrulega bara stórt, sko, að fá utanaðkomandi viðurkenningu. Þetta hlýtur líka bara 100% að hjálpa að fá lán í banka eða hvað sem sko. Já, akkurat. Svona góðvill. Já, mér langar að koma að því að bæði framúrskarandi, sko, að þú talaði aðeins um það áðan hvaðan það kom fyrst en sko sjálfbærni í rekstri og hvernig hún getur haft áhrif sem stjórnandi. Við komum aftur að því eftir. En mér langar að auðvitað hæsta sekt í sögu persónuverndar. Já. Persónuvernd sektaði Creditinfo lánstrust vegna skráninga lántakenda smálun á vanskilaskrá. Fjárhæð sektarinnar nam 38 milljónum tæpum og er langhæsta sekt sem persónuvernd hefur nokkuð tíman skikkað fyrirtæki til að greiða. Getur þú sagt okkur eins frá þessu? Já, við tókum þessu náttúrulega mjög alvarlega og þetta var varðandi skráningu á ákveðnum svona hvað er þetta kallað aftur smálánum á vanskilaskrá og þar voru ekki alveg fullar heimildir til staðar með við hvernig var verið að skrá á skrána. Það var nú margt þarna svona lagalega sem var aðeins kannski loðið, myndi ég segja. En það sem að gerist er að þetta fyrir allt í rannsókn hjá persónuvernd og það er ákveðið að beita þessum sektarúrræðum og persónuvernd hefur orðið mjög miklar heimildir þegar það kemur að fjárhæðum. Það byggir bara á veltu fyrirtækja. Þannig að þetta geta verið gríðarlega, sko, gríðarlega stórar upphæðir. Það er í raun og veru hver svona kvartar. Það eru bæði neytendur þá og líka neytenda samtökin. Og var það þannig þarna? Já, í þessu tilviki. Neytenda samtökin? Já, sem létu vita að gæti verið að þarna væri einhver pottu brotin. Og þegar sektin kemur þá er löngu búið að breyta öllu verklagi sem að var ekki tekið tillit til. En greituðu þetta bara með brós og vöru og reynduðu eitthvað að fara í dómstóla með þetta? Nei, við ákvaðum bara að þú deilir ekki við dómaran og tókum þetta bara á kassan. Já. Það var bara þannig hort á málið. Já. Og við þekkjum það náttúrulega þegar við erum að starfa í þessum 30 löndum að persónuvernd er orðin, sko, það er gríðarlega flókin og mikil löggjöf í tengslum við persónuvernd og við erum náttúrulega með svo persónugreinilegar upplýsingar og viðkvæmgögn. Þannig að við sjáum alveg að það er verið að beita þessum viðurlögum á fleiri stöðum. Og erum auðvitað þessuna í krafti okkar þekkingar og okkar stærðar að gera allt til þess að koma í veg fyrir að lendi í svona sekt með því að styrkja okkar ferla og líka okkar lögfræðaráðgjöf ráða öfluga lögmenn til þess að passa upp á okkur. Já, svo ég ætla bara að segja eitt sem ég glemdi að nefna á, var að tala lánsæðismöt og hérna tala eins og þannig við erum kannski aðeins og eftir að núna er það þannig kannski, ég vill eiginlega
og ég eiginlega ekki að grínast en ef þú ætlar að fara að giftast einhverju manneski að flytja Já. inn með henni eða eitthvað þá finnst mér ekkert að því að segja bara show me yours and I'll show you mine sko. Þú veist, bara sýndu mig kreditskórið af því að það, Já. sorry, það segir alveg ansi mikið manneskina sko. Kannski bara viðskipta hugmynd fyrir okkur til að þróa Já. í samstarfi við svona Smitten eða dating, eitthvað. já, eitthvað Já. svona dating app. Vill bara ángríns myndi gera. Við þurfum bara að þróa okkur einn stefnum á þetta app held ég. Já. Það er einhver forríkur hlustandi sem kom með einhverja 17 business hugmyndir. Já, en það er sko að tala regluverkið og það er auðvitað þannig að Creditinfo það er að hlýða mjög ströngu regluverki og eftirliti sko, og það var auðvitað ný reglugerð á dögunum sem sneri að var ekki lánsfjármati fyrirtækja Og einstaklinga. og einstaklinga. Lánsafi, Já. Úst, finnst þér, hvernig hefur þetta verið? Er þetta próaktíft eða meira reaktíft eftirlit? Sko, reglugerðin eða sem sagt, lögin sem voru í gildi þegar ég tók við, það var ekki búið að setja reglugerð. Þannig að það vantaði reglugerð af því það skipti miklu máli að löggjafinn sé með svona í raun og veru góðan grunn af því þú ert að gera hluti sem eru svo viðkvæmir. Þannig að eitt af því fyrsta sem ég gerði var að tala við ráðuneytið og spyrja hvar er þetta í röðinni þegar þau þurfti klárlega að fara í þessa vinnu að setja reglugerð. Þau fljótlega mynduðu vinnuhóp þar sem að voru fulltrúar frá ráðuneytinu og fulltrúar persónuverndar til þess að útfæra þessa löggjöf. Og þegar það var gert, þessa reglugerð sem sagt, þá var mjög horft til þess hvernig þetta er útfært á hinn Norðurlöndunum því við viljum oft byrja okkur saman við þau. Vera á svipum stað og önnur Norðurlönd. Þannig að reglugerðin sem er svo sett og tók gildi þarna 1. september fyrir hvað það er árið 25-23, ég þarf að reyna að rifja upp, að hún var byggð á svona því besta sem að menn sáu frá öðrum löndum. Við hófum, frumvarpið er náttúrulega sett í svona samráðsgátt og það fá allir aðilar að svona segja sína skoðun, bæði neytendasamtökin og fjármálafyrirtækin og svo þess áttar. Þannig að það er alltaf eitthvað ferli sem fyrir ganga eftir að þú sem sagt birtir frumvarp. Við ákváðum að fara þá strax í vinnu vegna þess að við sáum að þetta voru töluvert mikla breytingar miðað við það starfsleyfi sem að við vorum að starfa eftir. Og við eigum þarna í virku samtali við persónuvernd hvernig við erum að túlka lögin. Og við erum líka á þessum tíma frá, þetta var birt 19. júní, ég man þetta vel, þetta er brúðkaupsafmæli mitt, þess vegna man ég daginn, að við erum í virku samtali við persónuvernd frá 19. júní alveg til 1. september þegar lögin tóku gildi og vorum búin að sýna þeim hvernig við vorum að túlka hluti. Og 1. september förum við bara í loftið með allt samkvæmt reglugerð, því reglugerð er rétt hærri heldur en starfsleyfi. En aftur á móti fer einhver umræði í gang á fjármálatips því það voru einhverju sem lánsafi eða flestra breytist, flestir breytust ekki fyrirgefi en það var ákveðin 20% hópur minni rétt sem hækkaði en síðan einhver mjög smár hópur sem lækkaði. Það var mjög hávær hópur sem fer af stað inn á fjármálatips að ræða þessa breytingu á lánshafinu og svo umræða fyrir að rata í fjölmiðla og hún endar á að rata niður á Alþingi, Íslendinga, þar sem er sagt að við höfum verið að brjóta ykkur hluti, af því við höfum ekki verið að fara eftir starfsleyfi. Og þetta var erfið umræða, það var erfitt að taka þátt í henni og ég man á þessum tíma ég var bara með eina yfirlýsingu að Creditinfo hafi mitt verið að fara eftir lögum, en það fór svo margt í gang þarna eftir að þetta gerist sem að enginn veit af, sem sagt varð aldrei opinbert, til að mynda þá hafði Kveikur samband og kallaði eftir öllum samskiptum okkar við dómsmálaráðuneytið og þar sást að það var kannski ekkit neitt fréttnæmt því samskiptin voru bara þarf ekki að fara að setja reglugerð svo það sé styrkari umgjörð og betri og traustari umgjörð okkar viðkvæmu starfsemi. Það var það sem við vorum að kalla eftir. En persónuvernd ansi undirmönnuð á þessum tíma og þau voru ekki búin að ná að uppfæra starfsleyfið okkar. Já. Í dag erum við komið nýtt starfsleyfi sem byggir einmitt á þessari reglugerð og við sáum eftir á þegar við tökum loftmyndin á þetta allt að við vorum akkurat að gera réttu hlutina. Enda með alveg gríðarlega flott og gott teymi í þessari erfiðu vinnu að reikna út lánshafið. Það er eins gott að geta sofið svefni réttlátu þegar Kveikur hringir sko. Já, þá hlýtur maður að þá hefði maður nú bara tekið þetta senna svitasprettur á efri öruna. Ég var að vona Kveikur tæki þetta og hefði sérst hvernig vinnubröðum var okkar megin. Ég er að segja, já. Það er mjög mikið hrós á ykkur og Kveikur sá ekkert þeir eru góður á sniffa ekki þetta, já, það er bara að Rósi hnappagæti á Hrefnu og Leif og starfsmönnum Creditinfo.
sko, en það kannski kemur að öðru sem að sko umræðan á fjármálatips og síðan inn á þingi, það er sérstaklega eitt flokkur sem ríkisstjórn í dag sem hefur verið sérstaklega gagnrýnin á Creditinfo. Er þetta óvægin gagnrýni frá þingmönnum? Já, mér hefur þótt það. Mér hefur þótt hún byggja á vanþekkingu og akkurat þessu atriði að þú áttu þetta að borga tilbaka þar sem þú fær lánað. Samkvæmt bara lána samningum. Það er ekki takt að reka markaðan eitt öðruvísi. Nei. En það þurfa auðvitað að vera góð úrræði til staðar þegar að fólk lendir í vanda. Þar kemur ríkiðin. Eru það, flokkur fólksins þeir að tala eru þau þá að segja að þið séu að setja fólk á hausinn eða gera fólki svo erfitt fyrir? Já, mér hefur fundist umræðan hjá þeim, mér hefur fundist hún mjög þröng og óvægin. En ég skil hvað hún kemur því það er svo mikill sársauki sem fylgir því að lendi miklum vanskilum. Já, og hún er náttúrulega bara að tala, Ingo Sæland, þú veist, þau eru bara þarna, örugglega bara að vera smá klók að tala inn á Markov sem við vita er alveg samanlega, þó mögulega er að tala bara gegn betri vitund, sko. En það er ekkert hot take að segja að maður þurfa að borga sína reikninga. Ég ætla að vona að fólk viti það. Allavega í sveitin sem ég var alveg upp, þá borgaður bara þína skuldir. Já, það er nefnilega þannig, sko. Já, þegar þú fær eitthvað lánað þá þarf það að skilja þetta tilbaka, sko. Já, með vöxtum, takk. Takk, Birgir. Sko, látum þar við sitja, og því að nú langar mig að tala þessa, sko, að því að ég hef oft heyrt þetta hugtak, hafa jákvæð áhrif í fjárfestingum og atvinnulífi og ég hef aldrei skilið þetta almennilega. Mér finnst þetta alltaf fundist það bara smá klísja. En sko... Það er að fróða. Já, en sko þegar ég var í undirbúningi þessa þáttar, þá var ég bara, já, ok, það er hægt að hafa jákvæð áhrif þegar þú ert í áhrifastuði íslensku atvinnulífi samanber eins og við erum aðeins búin að koma inn á Halla Tómas að tala líka mjög mikið það. Já, og þú veist, og ég skildi þetta ekki þegar Halla var að tala þetta, með þess að þegar hún kom til okkar, ég kinkaði bara kolli en ég skildi þetta ekki, en svo þú veist, Hrefna, þú kemur inn með ákveðnar áherslur í Creditinfo og setur veru á lakirnar sem er þetta sjálfbærni viðmót sem að bankarnir eru farin að nýta sér og fleiri, og svo er það einnig framúrskarandi áhersla, þar sem að við sjáum að það er aukin áhersla á sjálfbærni í rekstri. Þú eru þetta fengið viðurkenningar fyrir jafnrétti á dögunum fyrir FKA sem kom líka ná, en mér langar að ræða aðeins þessi jákvæða áhrif á sjálfbæran rekstur og svo þetta SIF sem að þú ert einn af stofnaðalum. Sko, tilgangur Iceland SIF er að efla þekkingu félagsaðila á aðferðafræði sjálfbæra fjárfestinga og auka umræður sjálfbæra fjárfestingar. Þetta var kannski lengsti formáli heims, ég ætla bara aðeins að leiða þér að taka okkur í gegnum þetta. Já, nákvæmlega. Kannski þá myndur þú vilja vita hversu Iceland SIF og svo aftur... Já, byrjum bara á Iceland SIF og þú veist, þú talar að þú hefði fyrst frétt af þessu þarna... Já, fyrir löngu. Fyrir löngu síðan og þetta er einhvern veginn móta þína stefnu svolítið? Já, því mér fannst þetta svo rosalega lógík út frá því að vera með góðan rekstur til langstíma. Það er að segja, ef þú værir að því að ábyrga fjárfestinga ganga bara út á það að skoða aðeins dýpra umhverfisþátt félagana, aðeins dýpra félagslega þáttinn, þú veist bara öryggismál starfsmanna, og hvernig þú ert að koma fram við starfsfólk og svo líka aðeins dýpra stjórnarhættina heldur að vera að gera án þessara aðferðafræði. Og ég hafði bara lesið mjög mikið efnið og kynnt mér alls konar á netinu og ég eignaðist 2 æðislega vinkonur því að maður var að fara að gera eitthvað svolítið nýtt. Þá þarfst einhvern veginn að valdefla þig. Önnur kom frá norska olíusjóðnum og hún kom 2 hingað til lands á mínum vegum en hinn var framkvæmdastjóri hjá Deutsche Bank. Þau eruðu svo ámynd fyrir grænþvott. En ég kynntist henni með svona í gegnum netið, Rolfin Coopers, og hún kom hérna líka nokkru sinnum til Íslands til þess að tala við íslenska markaðinn. Því að ég sá bara að það var verið að sýna okkur fram á í svona stórum rannsóknum að ef að þú keyrðir saman hvernig fyrirtækin voru reituð út frá sjálfbærni við arðsemina, að þá var jákvætt samhengi þarna til langstíma. Og þetta fannst mér svo rosalega interessant. Líka það að hafa verið á verðbréfamarkaðnum, þú sér hvernig kvikur og þú veist að stjórnendur fá ekki alltaf stefnu sem er svona langtíma stefna til að keyra. Þarna varstu komið svolítið tæki til stjórnenda og forsvarsmanna til þess að eiga gott bakland í einhverju sem skiptir máli til langstíma. Það skiptir líka máli þegar þú reka fyrirtæki að horfa langt. Og svo bara var spurningum að byrja að innleiða þetta fyrir eignasafnið í bankanum, fyrir hönd okkar viðskiptavina og þá þurftur þú svolítið að aftur fá stuðning og fá einhverja til þess að fræða. Og við vorum svolítið dugleg við að kalla á sérfræðinga til landsins sem að voru að halda fyrirlestra og við stóðum fyrir ráðstöfnum. Og svo endaði þetta einhvern veginn með því að það var líka farið að grípa svo mikið í okkur til þess að kenna það sína.
Já. Og þá hugsaði ég bara að þetta væri ekki samkeppnismál, við værum á eftir, Ísland var á eftir til að mynda hinum Norðurlöndunum og afsökunin var hrunið og gjaldeyrisshöftin af því vorum þá ekki að fjárfesta jafn mikið hérna á milli landa, en alltaf mjög léleg afsökun, auðvitað áttu við að vera bara komin á fullt, en þá hugsaði ég við þurfum að gera þetta saman markaðurinn til að ná að ferðast hraðar og það var byrjuð á þessum tíma umræða sem að þarna svona var í þessa átt og ég vissi líka að við værum akkurat á mjög góðum tíma út af einni pínulítilli breytingu en Katrín Jak, ráðherra á þeim tíma, hafði komið einni setningu inn í lífeyrislögin að lífeyrissjóður ætti að fjárfesta samkvæmt siðferðilegum viðmiðum. Já. Það voru allir að glóra sér í hausnum, hvað þýðir það? Þannig að fyrsti vinnuhópurinn sem við settum af stað fyrir Iceland Sif var fyrir lífeyrissjóðuna að skilja hvað þýðir að fjárfesta samkvæmt siðferðilegum viðmiðum. Og ég man að Salvör Nordal, hún kom og hélt nokkra svona workshops með okkur til að krifja það og svona kannski, ef ég tala bara mjög hratt, þá var niðurstaðan sirka að fylgja sér aðferðafræði ábyrgra fjárfestinga. Og við vissum líka, það var ekkert verið að finna upp hjóli með þessum samtökum, Iceland Sif, því þau voru til staðar, sko, Finnsif, Norsif, Svedsif og Dansif. Kannski eina sem var þá fyrir okkur að við hefðum átt að heita ISIF, en við ákvæmum að byrja á hinu nafnun Iceland Sif, en að kannski svona 5 árum eftir stofnun væri hægt að breyta nafnun og heita bara því sem á að heita. Það er búið að gera það. Veltið samt fyrir mig sko því að nú Þetta er skemmtileg saga. Þetta var skemmtilegt. Já, að því að nú er ég mikill sjálfbærni kall, mikinn áhuga maður sjálfbærni. Sko þú sagðir að það er klálega tenging hérna milli bæði hárar ársemi og góðum árangri sjálfbærni, en ég velti líka fyrir mig hvort það sé ekki bara út af því að þetta er svo ógeðslega mikið skriffinnska og regluverk að það eru bara allra bestu félögum sem geta haft starfsfólk í þessu. Algjörlega, og þarna ertu komin, það er örugglega hluta til og þarna finnst mér við vera að spila svo mikilvægt hlutverk, þannig að bæði búið að gera alveg ótrúlega stranga reglu umgjörð utanum þetta frá Evrópu, en síðan líka lítill stuðningur sko við litlu fyrirtæki sem er ekki með yfirbygginguna til þess að skaffa sér gögn. Þessuna voru svo stolt að geta sett sko verið í loftið af því að atvinnugreinar í eðli sínu nokkur sambarlegar á milli landa, þannig að við getum áætlað þetta fyrir þá sem er ekki með teymi til að rekna þetta allt út og svolítið skaffað ákveðin gögn sem eru þá við flokkum gögnin eftir gæðum, þannig að þau eru aðeins í lærri flokk þegar bankar og fjárfestar eru að kíkja á þau fyrirtæki og sjá þau að þetta eru áætlugögn, þetta eru gögn frá Kreditinfo, en þau gefa samt góða vísbendingu, þannig ég held við séum að koma inn með rosa góðan stuðninga fyrir litlu fyrirtækin sem hafi ekki efni á allri þessari yfirbyggingu og aftur, við eigum að vera miklu dugleira að deila þessari þekkingu því að það er dýrt að hver og einn banki sé að gera þetta í sínu horni. Auðvitað þurfti bara Iceland Sif að verða svo við værum að komast hraðar og gera þetta meira saman, það er líka ódýrara. Já, það var líka bara betra ef að eins og frábært að fólk sé að starfa sjálfbært ef maður velti fyrir sér hvort það væri bara einhver einn hagaðali sem myndi bara komin í fyrirtæki, vera þarna, kukka aðeins og svo bara búið, henni skýrsla, gjör svo vel. Þannig var það svolítið og það var það ferðalag sem við erum líka að reyna að breyta, þetta sé ekki bara eitthvað markastjóri sem skrifar bara sem hann vil skrifa. Þetta þarf náttúrulega að vera samkvæmt ákveðnum viðmiðum. Það er bara þannig. Algjörlega. En við stofnum náttúrulega líka festu þannig í Landsbankanum til að styðja fyrirtækin sko, í þeirra sjálfbærniferðalagi. Það var fyrst og svo kom Iceland Sif. Maður veltir líka fyrir sig sko, að því við erum að tala um sjálfbærni og regluverk og annað og það er saman sem við vorum að tala bara um í byrjun þáttar að þegar þú ert eins og MiFID-reglur og annað, þegar þú ert líka með svona ógeðslega stranga reglur, þá ert að gera litlum fyrirtækjum svo erfitt fyrir að því að eins og fyrir Arion, Íslandsbanka og Landsbankan ekkert mál, þau eru með 17.000 starfsmenn sko, en bara fyrir gauðra bara eins og Marin og vinn okkar sem bara litla fyrirtæki er ágjöf eða eitthvað skilja, Nei, þetta er alveg rétt við Birkir og það er líka annað sem að ég sko var að reyna að koma að þessum formúla sem að sló líklega eitthvað Guinness-met í að vera langur sko, fyrir aftur á já, ég ætla að taka hann aftur Nei, en þú veist, það er það að sko sjálfbærni ef þú ætlar að skjálfestana og skráa hana þá kostar það peninga, þess vegna hef ég alltaf hugsað á sjálfbærni og rekstur sem ákvæmlega andstæður sko. En að því að Hrefna, þú ert bæði rekstrakona og þú sýnir sjálfbærni vinningu og reynir að skilja hana að hægra í sjálfbærni og gera á hagkomin hátt bara að horfa með þessum augum þetta er bara snjallt ekki spurning og bara... ég hef aldrei verið að gera neitt af því að það sé bara eitthvað fallegt ég er náttúrulega að gera það til þess að gera góðan business
þú ert rekstrakona, sko. Það er alveg ljóst. En svo eru þetta hitt í þessu öllu saman, sjálfbærni og svo er nátengt til dekka einhver leiti. Jafnrétti. Já, Hrefna hlautu þetta FKA viðurkenninguna 2025 sem veitt fyrir vel unnin störfi þáu atvinnureksturs kvenna eða þeim sem hafa verið konum í atvinnulífunni sérstu hvatninga eða fyrirmynd. Sko, hvar erum við stödd í dag á Íslandi varðar jafnrétti? frábær spurning. Sko, ég náttúrulega hef verið svo lokuð hérna bara yfir þessum heimamarkaði mínum og aldrei séð þetta einhvern veginn öðru sinna að það þurfi bara stunda barátt upp á hvern dag og ég stend alveg ennþá í henni því það er alveg auðvitað margt sem á eftir að laga til viðbótar. Við erum ennþá með launamun sem er fáránlegt. En þegar ég kem inn á hinamarkaðin og sé hvað við erum á miklu betri stað að þá auðvitað fyllist ég líka þakklæti. Eru ekki í fyrsta sæti? Jú, við erum nefnilega í fyrsta sæti. En það er árangur sem hefur náðst út af baráttu. Þannig leið við byrjum að slaka á. Það eru svo hrættum að bakslagi geti verið jafn hratt. Já. Þannig ég held við þurfum alltaf að hafa þessar áherslur. Og aftur, bara til þess að skapa gott líf fyrir alla. Því þú veist, bara við vitum það sjálf. Ég hef unnið í einingum eins og í Kauphöllin þar sem voru bara konur í deildinu minni. Já. Ég hef unnið í miðlun þar sem eru bara kallar. Það er alltaf best að hafa blandaðan hóp. Já. Það er langt best. Já. Og hafa þetta dýnamist blandað út frá aldri, þú veist, þjóðerni, kynjum auðvitað. Þú veist, það er bara mjög lógist. Það er mjög. Ástadís var með Sammála. Ástadís var með ræði og NBA útskriftinu minni sem er eitthvað fórseti viðskiptaræðdeildar eða eitthvað, mjög flott kona. Já. Hún var að tala samt sko sem ég vissi ekki að því ég held við verðum bara fyrst sæti á öllum listum. Hún var að segja mér að við erum sko í 17. sæti yfir sko konur í stjórnunarstörfum. Akkurat, já. Þar erum við með allt önnur hlutföll. Já, þar erum við bara með allt lóðrétt niður um okkur sko. Já, akkurat. Sem er áhugavert sko. Já, við erum nefnilega búin að ná ótrúlega góðum árangri sko í opinbera geran. Já. Og ég er svo hissa að sá árangur hríslist ekki yfir í engageran. En þá erum við með engageran alveg greiðalega skakkan. Og við erum auðvitað svolítið mitt í gegnum veru að safna dýpri tölfræði og við erum í miklu samstarfi við hana Ástudís. Já, okay. Þannig að sé verið að skrifa góðar greinar þannig að við vitum nákvæmlega hver þetta liggur. Við höfum líka unnið með FK því þær hafa rekið verkefni sem heitir Vægisvogin. Það er verið að reyna að koma ákveðnu jafnvægi á. Það er samt alveg sko, það er ekki alveg jafnvægi, það er 60-40 fyrir árið. Veist, ég mani þetta ekki, það er svo langt fram í tíman en ef við erum á sama tíma og sama hraða og við erum á í dag þá mun þetta aldrei nást. Já. Þetta er að gerast svo hægt. Söpbi, viltu giska hvað 3 kökur kosta Söpbi? Og þessar kökur eru reyndar Það eru góðar sko. Krakka lokið inn á eyrunum. Já, þær eru Þetta er heroin. Þetta er heroin shit sko. Þú veist, ég veit ekki. Ég ætla að segja bara 1500 kall. Nei, 669. 3 ár? Það er ekki tilvíðilegt til 69 líka. Ég hef búin að segja krökkunum að loka eyrunum. Já, vel gert. Þetta er bara, þetta tilbúið bannað en Nei, svo er ég sko, ég fer í bát, svo er ég alltaf svona að ég vesla með gós eða ég fari í köku. Stjörnumálti. Ja, Milja snakkið yfir bátinn. Já. Rugl. Já. Bara algjör þvæla. Frumeri. Já. Fyrir mikilvægast að fólki. Fyrir mikilvægast að fólki og í Guðanabænum allir með 7 að drífa sér í skoðun og svo langar mig... Já, ef þú átt ástvinn sem þið þykir væntum, þá viltu hafa bíliðin í lagi? Já, í Guðanabænum og ég meina líka bara annars að langar að benda á að því að margir eru spenntir að fara í skoðun. Þú mátt fara fyrir sko. Þú mátt fara eins og oft og vilt sko. Það er alveg þreytt að vera að keyra niður Ártúnsbrekkuna, neglaði niður á bremsuna með betri helmingin í bílnum og krakkana. Einmitt. Nýbúin í skoðun hjá einhverjum lélegum skoðunaraðala. Herru, ekkert gerist. Nei. Býtu, bremsa? Nei, það virkar ekki. Nei. Negla aftur á næsta bíl. Kaput. Já. Nei, sleppum því bara. Segjum bara frumeri. Af því að frumeri myndi aldrei leyfa þess að gerast. Kemi. Það er vist að vara vikunni á Kemi. Býtu. Já, ég er ekki nema að vona á þessu spenntur. Já, hvað er með það? Það er rafluðu drefin úakútur, Max Shine. Og hann tekur upp allt í 2 lítra sko. Alltaf 2 lítrum sem 2 lítra? Máttu hann í rafluðu drefna úakútin. Okay. Þetta er Max Shine Cordless Electric Sprayer and Foamer og hann er þetta á 14.950.
er ekki oft sem að fær slétta tölu frá Hemma í Kimi vel gert hjá Hemma sko. og alltaf gaman líka að fylgjast með honum á Facebook. Hann glæsilegur sko. Já. Nú ætlum ég að spyrja svona eins og gamall kallur gamla skólanum sko, þú veist mér að forsætisráðan kona, forseti kona, biskupinn kona, borgarstjórinn kona, bæjarstjóri Kópavog sem aðalgigi, hún kona. Eitthvað vesen? Aðalgigi, jú. Skilur mig, þú veist, þá hugsa maður einhver sem myndi sjá þetta myndi halda mögulegt að verða þá bara eiginlega öfugt sko. Já, sko, hvar liggur valdið? Hvar hið raunverulega vald? Já. Ef þú hugsar vald, það alveg ofbóðslegt valdi í peningum. Já. Og ef við hugsum peningana, við förum bara yfir fjármála umhverfið hérna á Íslandi og fjármálalífið, þar erum við með rosalega skekkju. Já. Það sko 22 lífeyrissjóður í Íslandi, ég held að séu 2 konur í forsvari. Þetta skrítið. Já. Ég er með svolítið mikið að svona störtlegum staðrendum sem að við viljum endilega sjá breyting á. Já. Hraðar heldur en að gerast í dag. Jafnvel hefur mér þótt eins og í fjárfestingarbankaþjónustuna því ég var svo lengi þar eins og að sé jafnvel pínu bakslag í dag í gangi. Mér finnst ég aftur verið að sjá svona aðeins meiri gauragang. Þannig að ég held að þetta þurfi alltaf að vera í forfronti og þetta er bara barátta. Það er bara þannig. Ekki viljum við gauragang. Við myndum slá slöku við það. Sem við viljum. Sko, við viljum bara jafnvægi. Já, rétt. Við langa að taka aðeins rétt bara drepa fæti í alþjóðapólitíkina. Sko, þetta eru þetta svakalegt sem er í gangi. Maður sér stríði í Palestínu og Ísrael og síðan í Úkraínu og Trump fyrir henn vestræna heimi og Evrópu og Kína bara, ég ætla bæði sem rektarkona, líka bara sem manneskja, hvernig horfir þetta við þér? Vá, þú ert bara að koma inn í jafnréttisumræðan, alveg lóðbeint. Farið yfir þetta. Allstar þar sem allt er í vitleysu eru miðaldra og jafnvel yfir miðjan aldur krumpaðir kallar við völd. Já. Þú veist, er þetta ekki að segja okkur eitthvað? Trump endar háaldra. Hann háaldra og hvernig hann kemur fram við konu. Don't get me started. Nei. Þú veist, ég vil skilja þann mann til að reyna að skilja hvað er í gangi. Já. Og vissuð að mammans hrósa hann sérstaklega fyrir það að hann fekk legokubba og henni fannst hann svo snjall af því hann límdi þá saman þegar hann var að byggja hús. Sérstaklega snjall því þá gat bróðir hans ekki nota kubbana. Þetta er náttúrulega eitthvað skrýtni skilabóð. Þetta er hann í einhverjum grunni, þetta er út af einhverju sem að fólki líður þannig að það þarf að haga sér á þennan hátt sem er verið að haga sér. Nei, þú veist, ég bara... Þið vilja ekki byrja að tala það. Við eigum öllum þetta. Út mikill aðdáandi er ég. Fyndi á minnast þetta því að þetta minnir írskíkilega á Egil Skallagrimsson. Þannig að hann var 6 ára á Vó fyrsta drengin sin og mamma bara, hei gamli, vel gert hjá þér. Það er eitthvað grunnur, eitthvað skakku grunnur. Svo enda hann reyndar í stríði og viking og öðru. Við vonum að ég hef nefnilega mjög mikið fylgst með Trump og lesið bara, þú veist, og hort á myndir og reynd að skilja. Þú veist, að því að mér finnst það mikilvægt og ég man, sko síðast þegar hann var kosinn þá er ég greinilega búin að tala of mikið þetta heima hjá mér því að dóttir mín á þeim tíma var 12 ára og hún fór ekki í skólan. Hún var svo miður sín að Trump væri forseti. Þannig ég reyndi að kæla umræðan aðeins núna. Já. Þetta leit út fyrir að vera líklegt, sko, hann yrði aftur kosin, maður bara trúði þessu ekki. Nei. En ég er að vona bara heimurinn standi í lappirnar eins og hann gerði svolítið síðast. Hann hafði ekki jafn mikil áhrif eins og maður hélt. En auðvitað hann er valdameiri núna í þinginu. Já, hann er það, sko. Tryggeraði þegar Þorgerður Katrín sagði að hann var í heillandi? Ég var þetta ekki tekið úr einhver samhengi. Nei, hún sagði þetta bara. Hann er heillandi kallinn, ég hlusta á vitali, sko. Já, náttúrulega fólk sem nær svona miklum völdum hefur örugglega einhvern sjarma. Persónu töfra, þegar þú hittar í persónu, ég trúi ekki ára. Akkurat, nákvæmlega. Ég heldur hann ekki til að tala um eitthvað heillandi skoðanir, sko. Nei, það er bakka mína konu þar. Ég vissum að ég myndi falla í stafi ef ég myndi hitta einhver persónu sem væri jafn stór og hann, sko. Trömparinn. Og því hvort þessi góð manneski eða ekki, sko. Jú. Og hugsa hún hafi nú bara verið að eiga við það, en... Já, alveg pottet. En hérna... Ég er ekki þess. Nei, Þorgerður mín kona. Já, hún er okkar kona. Það er alveg klárt mál. Róttulega flott. Hrefna, aftur að upprunum, hver eru þínar íþróttir? Herðu, já, ég æfiði hlaup í gamla daga og var algjör hlaupageit og var góð í svona langklaupi. Bara þindalaus. En alltaf upplýði mig aldrei góða því að besti vinnu minn, sko, við vorum svo fjórast vinkonur alltaf saman í sveitinni, svo var eitt strákur. Hann heitir Jón Arnar Magnússon og er alveg einn allra besti íþróttamaður sem Íslandi hefur átt og hann er rosalega góður í hlaupum.
manni fannst maður aldrei sérstaklega góður, en það var svona mín grein. Æfði það eins út í Ameríku líka. En síðan já, líka náttúrulega sem krakki var ég alltaf á hestbaki. Það var bara, maður var alltaf í hestunum, rosa gaman. En í seinni tíð hafa verið skíða á veturna og svo hefur við líka mikið hjólað. En núna á allra síðustu árum, þá er ég komin á kafi golf. Finnst það sjúklega gaman. Já, þú dórn golf ós. Sjúk, já. Ertu Ég ekki komin vildi í bara að ég padel? hefði meiri tíma. Já. Ertu ekki komin í padelið svo Leifur eða? Nei, Ég þarf en að plata hana. ég var alltaf fast í tennis alveg ykkur 10 ár. Já. Og með mér sér tennisþjálfara. Mér fannst það mjög gaman. Já, þú er nefnt með grunninn. Já. Við þurfum auðvitað að búa til. Svo er náttúrulega blak í sveitinni, þannig að það er alls konar grunnar. Já. Ég er aðeins búin að tjóna ýmislegt, þannig ég er ekki jafn góð í þessu öllu lengur. Mér langaði einmitt að koma stutt inn í það. Já. Þú lendir í slísi á skíðum Já. árið. Já, bara 2 árum, mjög stóru skíðasleysi. Ég var á fjallaskíðum í útlöndum og ég dett ekkert á rosa hraða miðað við hvernig ég skíða venjulega, en skíðin losnuðu ekki að mér. Ég fór alveg í 4 hringi með bæði skíðin á og braut bara öxl mjöðum og stútaði fæti. Anskot. Og þetta var á Ítalíu, Madonna, og þeir eru ekki flinkir. Omvendt, ég hefði haldið sko að þeir væri bara með þyrlu og það væri bara eitthvað sem myndi gerast. Það kom engin þyrla, það kom bara snjóþota og engin deyfilyf og þeirra var búið að drösla mig niður að fjallinu. Ég var alveg hæðst uppi þegar þetta gerist, þannig að það var alveg löng leið niður hann í þessari snjóþotu, að þá kom sjúkrabíll með svona sjálfboðaliðum. Það var ekki fólk sem var mentað, ekki læknir. Nei, gaman að sjá það. Og engin deyfilyf heldur þar að finna. Ég var sem sagt svona brotin í 4 tíma áður en ég komst undir læknis hendur. Freka mikið leðileg lífsreynsla. Já. En líka minn er samt ótrúlega klár. Ég man þetta ekki droslega mikið. Nei, hann er búin að gleyma þessu. Hann er pínu búin að gleyma þessu. Já, akkurat. En hvernig hvernig hefur þetta áhrif á í dag? Getur þú spilað golf? Já, get spilað golf. Ég get ekki fjallgöngur, allt svona, þú veist, upp og niður er erfitt. En þú veist, það kemur, þetta er bara æfing. Ég er bara búin að vera ógeðslega duglega að æfa mig. Ná svo öxlin er alveg komið tilbaka. Bara smá vers. Ég held að sem bara detta í hraðaspurningarnar. Bara seinasta liðnum, þetta er búið ríkalega skemmtilegt hérna. Já, gaman að hitta ykkur. Já, sömuleiðis. Sömuleiðis, akkurat. Þetta götustrákar húninni þegar hún Já. Jálfurinni. Já, ég veit það er ekki grín. Sko, látum okkur sjá svona, þá ofta spyr ég sko hvort að gesturinn sem komur í stellingar, ég er að koma mér hérna í stellingar hérna, þú voru afsakað það. En ert þú komin í stellingar fyrir hraðaspurningarnar? Seinasta liðin, jafnframt? Já, það ekki bara. Jú, það er bara ríð á vaði. Já. Eða B-manneskja? A. Kaffi eða síkó? Kaffi. Michael Jackson eða einhver annar tónlistarmaður? Michael Jackson. Áður en ég. Já, það var ekki allir komið B. Michael Jackson. Hvítt eða rautt? Hvítt. Skíðafrí eða sóllandafrí? Skíði, allan fræ. Madonna. Já, til að túra á tógar eða strandveiðibát? Strandveiðibátur. Ertu góð í Excel? Ræðri betri. Ég er ágætt. Já, uppáhalds borg í heiminum? Barcelona. Besta bók sem þú lesið? Besta, já. Svar við bréfi Helgu. Góð bók. Erfiðasta ákvörðun sem þú þurft að taka? Ég get þurft að taka svo erfiðar ákvarðanir. Nei. Ekkert sem kemur upp í hugan. Kannski Ráðarleif. Já, þú þurft að hugsa sér tvísarum þá. Ég tvisat ekki þá ákvörðun og beðskiptin góð. Hvernig slakar á? Með fjölskyldunni og vinum. Uppáhalds matur? Pasta. Hvernig pasta? Rjóma. Sérréttur í eldhúsinu? Mér skilst það að þú sért kokkur. Takk. Sérréttur, mér finnst rosa gaman að elda marakost. Elska það, ég flyttin þegar ég farið þangað ef ég tekið með mig krydd. Það er ekki fyrir alla elda marakost heldur sko. Nei, við ekki fengið þetta svar áður sko. Tölvupóstur eða símtal? Símtal. Allan daginn. Það er vel gert. Það er sölumarsbein í þér líka. Já. Hvernig ertu næst að fara með bíliðin í skoðun hjá Frumera? Veit ekki, ég ger ekki svona. Ég ger ekki svona. Maðurinn minn sér alveg það. Þá ekki að segja fólki sem er með svona lélega lánsað, ég ger ekki, ég greiði ekki reikning. Ég ger það ekki. Ég ætla að pína þig samt. Einn drauma bílavarahlutur að eigin vali frá Kemi. Bílavarahlutur? Máttu velja hvað sem er. Stati fyrir kaffið.
Já, vá, já. það er örugglega rándýrt. Elska að fá nýtt sko. Það var það bara að loka spurningi Birkir, ég ætla að lefa þér að eiga heiðurinn að slá botnin í þennan frábæra þátt. Já, Takk kærlega fyrir komin að Hrefna. Þetta Takk er búið að fyrir vera mig. frábært. Mér langar að spyrja þig út náttúrulega afar farsæl og við erum svona aðeins búin að fara yfir þetta í dag, ekki í kvöld. Mér langar að spyrja þig svona kannski eitt ráð til kannski ungra stúlka sem er að hlusta og vilja vera jafn farsæl stjórnendur og þú. Ráð til ungra kvenna. Bara náttúrulega ráð til allra að vera nálagt góðu fólki Mhm. sem þú getur treyst, hlusta á sitt innsæi, en líka segja bara alltaf já, eins og þegar þeir ringið, já, ég kemur þetta í þetta spjall, Einmitt. segja já. Já, segja já. Hrefna, takk hérlega fyrir komin.